Ég sé það fund settan í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3491 og ég ætla í upphafi að leta afbrigða að koma inn á fundin lið breytingar í nefndum, þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það er 11. Þá liggur fyrir okkur dagskrá í 6 liðum. Fyrsti liður, Bæjarstjórn Akureyrar, breytingar í nefndum, stjórn Akureyrarstofu, lögð fram tillaga D-lista breytingu á skipan varafulltrúa í stjórn Akureyrarstofu. Ásgeir Örn Blöndal verði varamaður í stjórn Akureyrarstofu í stað Kristjáns Blær Sigurðssonar og orðið er laust. Menginn hefur kast sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þetta, gefið merki. 11, takk fyrir það. Þá er komið að öðrum lið og ég ætla að tímabundin heimild til að víkja frá ákvæðum sveitarstjórnarlaga. Ég ætla að biðja varaforsetann að taka við stjórninni og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Erum við ennþá að fara með grínum? Já. Slá rátt alveg. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér til umræðu tímabundin heimild til að víkja frá ákvæðum sveitarstjórnarlaga vegna neyðarstigs almannavarna. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur nú þegar framlengt tímabundna heimild sveitarstjórnar til að víkja frá ákvæðum sveitarstjórnarlaga fjarfundi vegna COVID-19 og fyrri heimildin hún gilti til 10. mars en var framlengt til aprílloka núna 2021. Hér liggur því fyrir fundinum tillaga að bæjarstjórn samþykki að heimilt verði að nota fjarfundabúnað á fundum bæjarstjórnar og fastanefnda Akureyrarbæjar og engin takmörk verði á fjölda fundamanna sem taka þátt í fundum sveitarstjórnar og nefndum sveitarfélagsins í fjarfundabúnaði. Jafnframt að samþykkt verði að ritun fundagerða geti farið fram með öðrum hætti en mælt er fyrir í leiðbeiningum innanríkisráðuneytisins ritun fundagerða nr. 22/2013. Fundagerðum funda þar sem allir fundamenn eru í fjarfundi skuli sem sagt deilt með öðrum fundamennum á skjá í lok fundar og lesin yfir og síðan undirrituð rafrænt og að heimildi muni þá gilda til aprílloka 2021. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið er laust. Enginn hefur kast sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þetta, gefið merki. Það er 11. Þá er komið að 3. lið á dagskrá. Það er oddeyri, breyting á aðalskipulagi og til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, lögð er fram, þetta er liður 4 í fundagerð skipulagsráðs dagsett 10. mars 2021, lögð er fram að nýju lokinni auglýsingu tillaga breytingu á aðalskipulagi á Oddeyri ásamt innkomnum athugasemdum og umsögnum. Þá er jafnframt lögð fram tillaga svörum við efni athugasemda og umsagna. Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði samþykkt með breytingum til að koma móts við hluta athugasemda og umsagna. Í þessum breytingum felst að hámarkshæð húsa lækkar úr 25 metrum yfir sjávarmáli í 20 metra yfir sjávarmáli sem felur í sér að húsin geta verið 5 til 6 hæðir að hámarki, allt eftir útfærslu. Jafnframt er sett inn ákvæði að hús syðst á reitnum næst gránufélagshúsunum megi að hámarki vera 4 hæðir. Jafnframt að bæjarstjórn samþykki tillögu að svörum við athugasemdum og umsögnum. Arnfríður Kjartansdóttir vaflista greiðir atkvæði á móti og óskar bókað enn og aftur að ekki sé ástæða til að breyta aðalskipulagi. Margfalt fleiri ástæður mæla með því að aðalskipulag sé látið óhreyft en þær fái misgóðar ástæður til að mæla með breytingu. Ég með tillögu að bókun hérna, bæjarstjórn samþykkir að aðalskipulagsbreytingin á Oddeyri fari í íbúakosningu og leggur hún til að hún fari fram eigi síðar en 31. maí 2021 í íbúagátt Akureyrarbæjar. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að vinna málið áfram í samráði við bæjarráð. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust.
Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara rétt standa hérna upp til að þakka fyrir ágæt svör sem að skipulagsráð og væntanlega starfsfólk skipulagssviðs hafa skrifað við þeim athugasemdum sem komu. Það voru margar ágætar athugasemdir og tæft á fjölmörgu og þeim var svarað að mínu viti vel og málefnalega og skýrt, þannig að máli liggur ljóst fyrir og ég held að það sé í ágætum farvegi að það fari í íbúakosningu. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa kynningu. Ég vildi bara koma upp og fagna þessari bókun að við ætlum að horfa til íbúakosningar, en það eru auðvitað að mörgu að hyggja þegar að síðan þarf að undirbúa íbúakosningu. Er hún bindandi eða ekki bindandi? Skiptir kosningaþátttaka máli eða ekki? Og hvernig á að fara með þá niðurstöðu? Þannig að það er einhver vinna framundan og skiptir líka gríðarlega miklu máli að vel sé staðið að kynningu og ekki síst með myndrænum hætti, þannig að íbúar fái sem bestar upplýsingar og að samhliða sé íbúagáttin kynnt almenningi, þannig að það sé ekki vandkvæðum bundið að taka þátt í könnun sem þessari, og ég tel að við eigum að nýta tækifæri til þess að auglýsa gáttina vel og þannig að við getum nýtt hana frekar til að kanna hug bæjarbúa þegar við teljum ástæðu til. Takk fyrir. Það hefur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara koma upp til að gera grein fyrir atkvæði mínu, af því ég hef nú aldrei greitt atkvæði með þessu máli vegna þess að ég er ekki sátt við þessar breytingar, en ég mun greiða atkvæði með í þetta sinn því að þetta fari í íbúakosningu, af því ég held að það sé ágætis lending í þessu máli. Og varðandi íbúakosningu vil ég bara segja að það er ótrúlega mikilvægt að við hjá bænum gerum okkur grein fyrir þeirri ábyrgð sem að liggur okkar megin varðandi kynningu og upplýsingagjöf, og þetta er mál sem þarf að vanda gríðarlega vel og sem betur fyrir þá höfum við nú stigið ágætis skref í íbúasamráði, þó að þetta sé risastórt stökk í hinum svokallaða samráðsstiga sem að telur 5 þrep og bein kosning er þá 5. þrepi. Við erum svolítið að æfa okkur á öðru þrepi svona þessar síðustu mánuði, en ég held samt að þetta sé allt í lagi. Íbúar hafa sýnt þessu máli gríðarlega mikinn áhuga og ég held að þetta sé bara ágætis mál eins og ég segi, en ég bara minni á ábyrgð okkar í upplýsingagjöf og að vanda þetta mál mjög vel. Það var bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tel mjög mikilvægt að orða nokkra hluti hérna í sambandi við þessa bókun og það sem við erum að fara að samþykkja hérna. Í fyrsta lagi það að við erum ekki lengur að tala þá mynd sem hefur farið hér eins og eldur í sinu alla samfélagsmiðla og aðra fjölmiðla. Það er ekki verið að fara að reisa neina turna á þessu svæði lengur. Tillagan er ekki þannig. Í öðru lagi langar mig til að benda á það að þegar að þessi hugmynd kom fram á sínum tíma, þá var bæjarstjórn boðað á fund með verktakanum og hann var með kynningu á sínum hugmyndum það hvort það væri vilji til að samþykkja það að yrði reist svona mannvirki eins og ég nefndi áðan og allir þekki orðið myndir af á þessu svæði. Á þeim tíma þá vorum við, eftir því sem ég best veit, sammála það að, allavega flest, að það væri ekki okkar 11 bæjarfulltrúar að segja bara nei, þó þetta bryti í bága við gildandi skipulag. Því það hefur verið tekið sem svona dæmi það að verktakar geti bara komið hérna og óskað eftir breytingu og skipulagi og það sé bara gert.
það var samþykkt að hleypa þessu út í kynningu og kynna þessar hugmyndir. Og til þess að fá nú athugasemdirnar inn og viðbrögðin inn, fá umræðina á pappír, þá þarf að auglýsa svona skipulag. Það kom fljótlega í ljós að hæðirnar sem voru í þessum húsum voru of háar vegna bara flugumferðar öryggis í aðflugi að Akureyrarflugvelli, þannig að það var ákveðið að lækka þessar byggingar og þannig var tillagan auglýst. Og það eru komnar inn fjölmargar athugasemdir sem er bara gott að fá inn því að umræðan þá skipulag á Eyrinni þá búið að vera margfalt meira núna í aðdraganda þessa máls heldur en var nokkuð tíman í kringu rammaskipulagið þegar það var unnið á sínu tíma. Ég satt fund niðri í Oddeyrarskóla, opinn íbúafund, þar sem var verið að óska eftir aðkomu íbúa að umræðu Oddeyrarskipulagið og rammaskipulagið sem að vitnaði mikið í þessu sambandi. Þar mættu örfáir íbúar. Umræðan var sára lítil. Nú hefur annað gerst, gott mál, við erum búin að fá þetta upp á yfirborðið. Þegar þetta var síðast í umræðu þá var lögð fram tillaga það að þetta færi íbúakosningu og sú íbúakosning snerist þá tillöguna í raun eins og hún lá fyrir þá sem voru 25 metrarnir. En að því að við settum þetta inn í sáttmála þá var bara eðlilegt að við klárum þetta mál með þeim hætti að það verði íbúakosning þá þessa tillögu. En ég ætla bara að ítreka það og vona að það komist að skila og við verðum að standa okkur í því. Við erum að tala allt aðra tillögu heldur en við fórum á stað með upphafi og hvað þá tillögu sem við auglýstum til deiliskipulagsbreytingar, aðalskipulagsbreytingar. Þannig að það er bara rétt að taka þetta fram. Ég mun að sjálfsögðu styðja þetta og tel að þetta verði bara prófsteinn, góður sjálfsögðu prófsteinn á það, hvort okkur tekst að koma til skila þeim upplýsingu sem skipta máli og ég þeirrar skoðunar að við hefum átt að setja í þessa bókun strax að mínu viti að 50% þáttaka íbúa væri lágmarksþátttaka til að svona niðurstaða yrði bindandi. Það var ekki samþykkt, ég ætla nú samt að samþykkja tillöguna. Ég tel, og bara harður á því, að þetta geti orðið til þess að fólk gerir sér væntingar það að 10% þáttaka, meirihlutinn með á móti, niðurstaðan verði þá sú að fólk telji það að það hafi tekið þátt í kosningu og þessi kosning ráði þá úrslitum það hvernig verði farið með málið. Þess vegna finnst mér, og ég ætla bara að árétta það hér, að ég tel að það þurfa að setja þetta lágmark því að það að mínu viti alveg út úr korti annað en að það sé þá allavega meirihluti íbúa Akureyrar sem þáttakandi í þessum kosningum ef að kosninganiðurstaðan á að vera bindandi. Og ég þá bara komið því hér á framfæri og ég vonast til þess að við náum það allavega niðurstöðum það að koma því þá út með skikkalegum hætti og skýrum hætti fyrr en seinna. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi bara aðeins bregðast við orðum bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar varðandi 50% lágmarkið. Að þetta aðeins meira en að segja það hvernig á að útfæra svona, enda það víst töluvert þekkt að þáttaka í íbúakosningu yfirleitt töluvert lægri heldur en til dæmis í sveitarstjórnarkosningum eða alþingiskosningum og það eru margir möguleikar eins og hún sé í rauninni bara að því að ef að bindandi kosning segjum yfir 50% og hitt ráðgefandi þá kannski bara alveg eins gott að öll kosningin sé ráðgefandi. Það var ýmsa prósentu verið nefndar í þessa samhengi. Sum sveitarfélög hafa farið af stað með 29% lágmarksþátttaka til þess að hún sé bindandi, ellegar sé hún ráðgefandi. Ég held að við öll sem sitjum hérna inni gerum okkur grein fyrir það að mjög ólíklegt að 50% kosningabærra manna munu taka þátt í svona íbúakönnun. En það alveg ástæða til þess að skoða þetta og læra kannski af nágrannalöndum okkur og öðrum sveitarfélögum sem hafa verið að standa fyrir íbúakosningu því að íbúasamráðið svo verðmætt að við verðum að vanda okkur við það að
upplifin sé ekki að þetta sé sko þykistu samráð. Þetta verður að vera þá samráð sem að er skýrt, er vel kynnt og við vitum hvað ætlum að gera við. Annars er það bara sýndarmennska. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ef að minni hluti íbúa, 30% og hugsanlega þá 17% íbúa geta tekið ákvarðanir fyrir alla hina og við sættum okkur við það, þá finnst mér við verið í vandastödd. Verulega miklum vanda. Ef að við erum að fara af stað með íbúakosningar mál, þá verðum við að ætlast til þess að fólk vilji taka þátt eða vill ekki taka þátt, það tekur ekki þátt og þar með skilur það í raun og veru málið eftir í höndum bæjarstjórnar og það er í sjálfu sér ákvörðun út af fyrir sig. Það er ákvörðun út af fyrir sig að bæjarbúar telji ekki þörf á því að taka þátt í kosningu og skilji málið eftir í höndum bæjarstjórnar. Þar með er búið að taka þá ákvörðun. Ég er bara og fer ekki ofan að þeirri skoðun að ég tel að það sé lágmark að helmingur íbúa taki þátt í svona kosningu og það er þá okkar og þeirra sem að láta sig málið varða að hvetja til þessara þátttöku að ná henni fram. Ég ætla bara að benda á það að íbúakosningu til dæmis í stækkun álversins í Straumsvík þá tóku yfir 70% þátt en það var samþykkt sem sagt með 80 atkvæða mun að stækka ekki álverið og það var bindandi niðurstaða. Mér finnst bara eðlilegt að við séum að leggja bara málin svona upp og það sé í sjálfu sér bara mjög einfalt. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason loki málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er bara fín umræða og kannski aðalega vegna þess að þegar það eru íbúakosningar þá þarf einmitt að vera mjög skýrt að ef ég tek ekki þátt í kosningunni er ég þá að vísa til bæjarstjórnar eða segja bara bæjarstjórni að taka ákvörðun eða er ég að segja hinir sem kjósa mig að ráða þessu. Og það er dálítið blæbrigða munur á því og ekkert alveg víst að þeir sem taki ekki þátt vilji endilega það heldur vilji bara að íbúarnir ráða þessu. Þannig að það eru svona nokkrir fletir á þessu sem að við þurfum bara að vera rosalega skýr með. Er þetta ráðgefandi, ef það er ekki 50% sem að taka þátt, hvað er þá gert við þessar niðurstöður? Er hún þá ráðgefandi? Mun þá einhver taka tillit til hennar? Ef það eru 49% íbúa, 30%, 25% og svo framvegis. Þannig að þess vegna skiptir máli að vanda undirbúningin alveg svakalega vel til þess að það sé alveg ljóst íbúum, bæði þeim sem taka þátt og öðrum, hvað ég að gera við þetta og hvað þeirra þáttaka eða þáttöku leysi þýðir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki málsins. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú taka undir hérna málflutning bæjarfulltrúa Hildu Jönu vegna þess að þetta er mál sem að þarf að vanda og það þarf að hugsa það hvernig við ætlum að gera þetta og þetta er ekkert alltaf svona einfalt eins og bæjarfulltrúi Gunnar kannski vill setja fram. Vil kannski benda á að í bæjarstjórnarkosningu 2018 þá kusu 66% íbúa Akureyrar og eins og meirihluti sem var myndaður þá sem að hafði rétt rúm 50% atkvæða á bak við sig, þá þú veist, við þurfum að vera sanngjörn líka og við þurfum að hugsa þetta svolítið rökrétt og vítt og þess vegna held ég að það sé gott að við séum ekki að taka ákvörðun þetta hér og nú, hvaða prósenta, hvað á að vera bindandi, heldur þurfum við að hugsa þetta og undirbúa þetta mjög vel. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir loki málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Ætla ég að segja. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara byrja á því að lýsa yfir ánægju mína að þetta mál sem er búið að vera eitt af
hvað umtalasta mál á þessu kjörtímabili hér í bæjarstjórn er komið hér til afgreiðslu eða ekki afgreiðslu, þetta er komið hér til bæjarstjórnar og við erum að vísa því íbúakosningu sem er í samræmi við það sem framkom í okkar sáttmála þegar við tókum öll höndum saman hér síðast yfir haust. Ég held að þessi umræðum hversu mikið og hvernig við viljum sjá þessa kosningu vera er mjög viðkvæm og við þurfum að vanda okkur vel eins og hefur komið fram hér í máli manna. Ég var svolítið hrifinn af því að við myndum miða við 50% þáttöku og við ræddum þetta á bæjarmálafundi hjá okkur Framsóknarfólki í gær og þá fann ég það á fólki sem að þar var að menn höfðu þessar efasemdir það að hvort að þetta gæti, hvernig skilaboðið værum að senda með því. Og ég held að þegar við tökum þessa umræða þá þurfum við bara að, og þess vegna er ég samþykkur því að þessi bókur sem er sett hér fram í dag, við þurfum að vanda okkur, við þurfum að læra hvernig aðrir hafa gert þetta og við hvaða viðmið við eigum að setja í svona könnun og ég tel að bæjarstjóri og við erum að fela hér bæjarstjóri að taka þá vinnu áfram og það er náttúrulega fullt af fólki sem hefur þekkingu á því hvernig þetta á að vera og ég bendi meðal annars á bæjarfulltrúi Sólu Björk hefur sérhæft sig af okkar hálfu í svona íbúasamráði. Þannig að ég reikna nú með að hún geti lagt sitt og lóð á vogarskálina í þessari umræðu. En ég venti þess að við fáum hér tillögur það hvernig skuli staðið að þessu fljótlega og við þurfum að vanda okkur. Við þurfum líka að passa okkur á því að kynna vel fyrir bæjarbúum hvað við erum að fara með fram hér í íbúakosningu. Við þurfum að reyna að koma út úr huga fólks þessari 11 hæða blokk sem birtist alltaf í allri umræðu á Facebook þessi mál. Við erum að horfa á allt öðruvísi byggingarlag, þarna erum við komnir niður í 5-6 hæðir, svipað eins og var kynnt fyrir okkur í upphafi þessa máls og svona kannski ekkert langt frá lagi með það skipulag sem er í dag. Það er náttúrulega að tala um 34 hæðir, þannig erum við farin að tala um 5-6 hæðir. Við erum að tala um 4 hæðir sem næst Gránafélagshúsunum. Þannig að ég til þetta að vera svona komið í þann farveg sem að mögulega fleiri bæjarbúar verða sátti við heldur en hafa verið við þær tillögur sem hafa verið til þessa. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að við reynum líka öll sömul að hvetja fólk til að taka þátt, kynna sér gögnin, kynna sér málið þegar þau eru lögð fram og taka þátt í þessari íbúakosningu. Það er kannski líka bara prófsteinn fyrir okkur til framtíðar hvort við getum notað svona íbúakosninga til að fá fram vilja bæjarbúa. Þannig að ég legg til að við vöndum okkur, gerum þetta vel og auðvitað samþykki ég þessa bókun sem er lögð fram. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, finnst alltaf einkennilega orðræða hérna, máli snýst að gera þetta vel. Þetta snýst líka það að gefa skýr skilaboð. Okkur gengur það frekar illa í þessari bæjarstjórn að gefa skýr skilaboð. En það verður enginn talað annað en að vanda til verka og gera þetta vel. Og það er nefnilega ennþá meiri áskorun til okkar ef við setjum svona mörk heldur en ekki. Og sérstaklega það þá að hvetja fólk til þátttöku. Vinna þá þannig í því og leggja metnað í þetta. Það er það sem ég vil. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið er laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við erum núna í dag hér að samþykkja að fela bæjarstjóra að vinna málið áfram og við fáum náttúrulega væntanlega hér tillögur það aftur þar sem við munum gefa fólki skýr skilaboð það hvernig staðið skuli að þessu þannig að fólk viti nákvæmlega hvað það er að fara út í þegar það tekur þátt í íbúakosningu. Þannig að ég tel ekki við með þessari bókunum við séum á loka á eitt eða neitt. Ég held að við séum bara að vanda okkur og vinna vel. Mér finnst bara allt í lagi að segja það ég enn og aftur í pontu að við þurfum að gera þetta vel og við skulum vanda okkur. Þetta er í fyrsta skipt sem við tökum svona virkilega íbúakosningu, eða fyrsta skipt sem við gerum það. Og við skulum bara vanda okkur og hvetja fólk til að taka þátt í lýðræðinu, hvað finnst fólki þetta og hvað finnst þá fólki þær hugmyndir sem við erum að leggja fram eftir þessar breytingar sem við erum að samþykkja á
skipulaginu. Það er að segja að fara niður í 20 metra. Það er allt annað heldur þær hugmyndir sem uppi voru á sínu tíma sem ef ég man rétt voru bara upp undir 40-42 metrar. Þannig að þetta er töluverð breyting frá því sem var verið að ræða í upphafi og þær myndir sem hafa birtst á samfélagsmiðlum. Þannig að við skulum bara gera þetta vel og auðvitað komum við síðan til með að kynna fyrir bæjarbúum þannig að það sé alveg skýrt hvað við viljum fá út þessum kosningum. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðst, þeir sem geta samþykkt að vísa málinu í íbúakosningu, gefið merki. Það eru 11 og þá er komið að 5. lið á dagskrá, 4. lið, ætla ég nú að segja, samþykkt skiltu auglýsingar og til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er liður 14 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 10. mars 2021. Lögðu fram tillaga breytingu á samþykktum skilti og auglýsingar til samræmis við bókun skipulagsráðs á fundi 24. febrúar 2021 í máli 2021-02-0858. Í breytingunni felst að bætt er við ákvæði að skilti og auglýsingar á hliðum biðskýla fyrir almenningssamgöngur séu undanþegin samþykktinni. Meirihluti skipulagsráðs samþykkir tillögubreytingu á samþykktinni og vísa málinu til samþykktar bæjarstjórnar. Arnfríður Kjartansdóttir vaflista satt hjá við afgreiðsluna. Einnig á 6 stöðum kemur fyrir Akureyrarkaupstaður í reglunum og leggir til að því verði breytt í Akureyrarbær. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að sitja hjá við afgreiðslu þessa máls. Það er aðalega vegna þess að ég er ekki alveg sátt við auglýsingar á strætisvagna biðskýlum séu undanþegnar þessum reglum og þessi skoðun kemur svolítið í kjölfarið af umræðu sem er gríðarlega áhugaverð neyslumenningu. Það er nefnilega þannig að ef við ætlum að ná verulegum árangri í loftslagsmálum þá þurfum við að minnka neyslu. Þetta held ég að flestir séu einhvern veginn sammála en svo þegar kemur að því að minnka neyslu, það er að segja að taka ákvarðanir sem að varða það, þá oft eins og fólk eigi pínu erfitt með að tengja þarna á milli. Og ég ætla bara að segja að auglýsingar hvetja til neyslu. Þannig að ég vil hafa sem fæstar svona auglýsingar í umhverfinu sem að neytendur og íbúar í samfélaginu geta ekki svona vikist undan að sjá. Af því að maður getur svolítið ráðið í hvað maður les eða á hvað maður hlustar og það er svona tiltölulega auðvelt að sneiða fram hjá auglýsingum í fjölmiðlum og internetinu. En svona í umhverfinu þá er það erfitt og sérstaklega þegar eru svona auglýsingar sem eru svona við fjölfarnar götur og stíga og að þar auki auðvitað geta haft mjög truflandi áhrif á aksturshæfni fólks. Þannig að en það er svo sem ekkert alvarlegri þetta sem ég hef aðtögu við þessa skiltagerð, þessa skiltareglur, þannig en ég bara mun sitja hjá vegna andstöðu við kapitalismann. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég mun að við sjálfsögðu samþykkja þessa breytingu en mér finnst kannski ástæða til þess að hvetja formann skipulagsráðs og þá skipulagssvið til þess að fara í þá vinnu að endurskoða þessa reglu sinni í heild sinni vegna þess að við höfum rætt það nokkur sinnum innan skipulagsráðs að það var talað að fara í endurskoðun á þessum reglum og það er svona dregist úr hömlum. Það var hins vegar ákveðið í skipulagsráði að koma þessu máli að vegna beiðni frá umhverfis- og mannvirkja sviði og ég tel það bara vera að hennu góða að það sé sett inn og þetta er í samræmi við reglur breytingar sem að
Reykjavíkurborg gerði á reglum sínum skilti og skiltagerð þannig að innan bæjarmarkanna. Ég tel það bara að vera einu góða en hvet formann skipulagsráðs til þess að koma þessari vinnu áfram. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrjaði að svara Sóley, kannski, bæjarfulltrúi Sóley Björk, varðandi þessar auglýsingar að þá finnst mér náttúrulega að þær eigi rétt sér. Hitt finnst mér vera forræðishyggja að banna allt allstaðar. Mér finnst að fólk eigi að hafa val og neysluhyggja hjá fólki. Hún á að vera val líka. Auðvitað þurfum við að stefna því að minnka neyslu, alveg sammála því. En það verður hver og einn að gera það fyrir sig og við gerum það ekki með því að hætta að auglýsa. Ég tel það ekki rétt. Og varðandi reglurnar að þá búið að tala að taka upp þessar reglur síðan að ég settist fyrst í skipulagsráð fyrir 3 árum eða eitthvað bil. Þetta er svolítið stórt mál að fara í þessar reglur og á þessu ári erum við með ansi mörg verkefni í skipulagsráði. En ég er alveg klár á að setja þetta á dagskrá eftir áramót, að endurskoða þessar reglur og gera það hratt og vel. Þannig að takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, ég vil bara þakka af öllu hjarta bæjarfulltrúa Þórhalli fyrir að gefa mér ástæðu til þess að koma einn upp og ræða aðeins betur neyslu vegna þess að það vita það allir að auglýsingar eru til þess gerðar að hvetja til neyslu. Það eru ekki lengur til þess gerðar að láta fólk vita af því að eitthvað sé til eða eitthvað hafi borist til landsins eða eitthvað svoleiðis. Auglýsingar eru þannig úr garði gerðar að það er fjöldi fólks sem hefur á því atvinnu og stendur sig virkilega vel í því að átta sig á því hvernig er hægt að fá fólk til þess að kaupa sem mest. Og ég er nefnilega akkurat á sömu línu og Þórhallur með frelsið. Að ég vil bara fá frelsi frá þessari stýringu. Þannig að við erum svona næstu á sama máli en það er akkurat þetta sem er síðan alveg lykilatriði. Auðvitað þarf að minnka neyslu en við viljum bara samt ekki taka ákvarðanir sem að verða til þess. Og það er stóra vandamálið vegna þess að vandamálið loftslagsbreytinga liggur ekki hjá einstaklingum, heldur liggur miklu meira hjá stjórnvöldum og stórfyrirtækjum sem hafa raunverulegt vald til að gera raunverulega breytingar. Takk. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, því erum formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs, þá kannski bara skýra örlítið hvers vegna þessi beiðni kemur frá umhverfis- og mannvirkjasviði. Það er vegna þess að við erum að vinna því að taka upp nýtt leiðakerfi strætó og stoppkostnaðurinn við það er eitthvað yfir 100 milljónir króna, það er að segja breytingar á stoppistöðvum og aðstöðu fyrir vagna og þess háttar. Og við vonum að það geti skilað nokkrum milljónum í kassan auglýsingar á strætóskýli, hjálpa til að brúa þetta bil, en ég vil líka benda á að það er ekki allar auglýsingar sem að snúast neyslu, Coca-Cola eða nýjan fjallabíl. Það eru til dæmis bara sem að mér datt í hug í svipinn auglýsingar gegn sígarettureykingum og auglýsingar að það maður þurfi ekki að vera hræddur við fólk með stóma og það eru auglýst rafhjól og það er auglýst Reykjavíkurmaraþon sem er lýðheilsa og svo framvegis, þannig að vonandi verður þetta ekki allt frá Kölska komið sem að ber fyrir augu okkar. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þess að geta samþykkt þessar breytingar á reglanum skiltin, gefið merki. Það eru 10 móti, 1 situr hjá. Þá er komið að 15. liða dagskrá, starfsáætlanir, stjórn Akureyrarstofu. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Stjórn Akureyrarstofu, hún fer með menningar, atvinnu, ferða, markaðs, viðburða og kynningamál í umboði bæjarstjórnar Akureyrarbæjar. Í stjórninni sit ég sem formaður, Sigfús Karlsson varaformaður, Anna Fanney Stefánsdóttir, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Finnur Dúa Sigurðsson og Karl Lilendal Hólmgeirsson sem áheyrnarfulltrúi. Starfsmenn Akureyrarstofu eru 4 fyrir utan deildarstjóra, verkefnastjóri menningamála, verkefnastjóri markaðs- og kynningamála, verkefnastjóri upplýsingamiðlunar og verkefnastjóri ferðamála. Forstöðumaður er Þórgnýr Dýrfjörð sem ber jafnframt ábyrgð á verkefnum tengdum almennum atvinnumálum. Starfsemin tilheyrir samfélagssviði þar sem Kristinn Reymarsson er sviðsstjóri. Ég vil byrja á því að þakka bæði stjórnarmönnum og starfsfólki fyrir einstaklega ánægjulegt samstarf. Það þarf varla að nefna það hérna inn í þessum sal að síðasta ár var helst til óvenjulegt á svo marga lund og það þurftu allir að bregðast við áður óþekktum aðstæðum. Akureyrarstofa gegndi gríðarlega mikilvægu hlutverk í aðgerðum vegna COVID-19 faraldursins þar sem að upplýsingagjöf var lykil þáttur í viðbrögðum, ekki síst á fyrstu mánuðunum. Samþykkt var sérstök fjárveiting í viðburða- og vöruþróunarsjóð í því skyni að efla þjónustu og framboð á viðburðum fyrir ferðamenn í menningarlífi og íþrótta- og útivistageiranum. Markmiðið var jafnframt að styrkja Akureyri enn frekar í sessi sem vinsælan áfangastað. Úthlutað var ríflega 16 milljónum króna til 46 verkefna en jafnframt var ákveðið að greiða niður ferðir til Hríseyjar tímabundið til að hvetja Íslendinga til að heimsækja eyjuna. Það tókst framúrskarandi vel og dag eftir dag var nánast uppselt í ferjuna. Til að styðja enn frekar við þetta var sett í gang markaðsátak á innlendu ferðamarkaði undir yfirskriftinni Það er eitthvað við hana, sem fekk góða athygli og þótti skera sig frá mörgu öðru sem gert var á þessum vettvangi. Starf stofnana í menningargeiranum var eins og svo margt annað miklum takmörkunum háð og ég vil hrósa stjórnendum og starfsfólki fyrir mikla útsjónarsemi, sköpunarkraft og seglu í að finna upp nýjungar og gera fólki kleift að njóta og nýta þrátt fyrir allt og allt. Söfnin okkar voru til að mynda ótrúlega sýnileg þrátt fyrir lokanir langtímum saman. Það er ljóst að mörg fyrirtæki og mörg mikilvæg fyrirtæki í ferðaþjónustu á Akureyri hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum og hafa þurft að berjast fyrir lífi sínu á þessum ákaflega flóknu tímum. En það er á sama tíma uppörvandi að sjá hvað bærinn er gríðarlega sterkur áfangastaður þrátt fyrir allt. Verslun hefur á löngum köflum gengið vel, helgargisting nánast verið fullbókuð, flókið er að fá borð á veitingastöðum og Hlíðafjall er klárlega einn vinsælasti áfangastaður landsins þessa dagana. Menningarlífið hefur líka komið sterkt inn nú þegar að fleiri geti notið viðburða í einu og fjölskyldusýningin Benedikt Búálfur sem Leikfélag Akureyrar og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands standa saman að er frábær viðbót. Akureyrarstofa hélt í síðustu viku samráðsfund með nokkrum tengiliðum í ferðaþjónustunni sem luku upp einum rómu mikilvægi skíðasvæðisins okkar og frábært starf skógræktarfélagsins í lagningu gönguskíða og skíðaspora. Nú er hafin söfnun á nýju tæki til að tróða gönguskíðaspor og telja við ættum að skoða hvort að bærinn ætti að leggja því verkefni lið. En víkjum þá að einstökum málaflokkum og því sem framundan er. Síðar á þessu ári verður atvinnustefna Akureyrarbæjar endurskoðuð. Undirbúningur þessa verkefnis hefur staðið yfir nokkra hríð og er liður í honum greining samkeppnishæfni sveitarfélagsins sem Akureyrarstofu var falið að vinna í samstarfi við samtök sveitarfélag og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra. Í því felst að draga fram kosti, galla og sérstöðu Akureyrar sem búsetu og atvinnusvæðis og leggja mat á tækifæri til framtíðar. Greiningin er í samræmi við stefnu bæjarstjórnar að blása til sóknar á íbúa- og fyrirtækjamarkaði og fjölga fyrirtækjum og stofnunum sem vilja byggja upp starfsemi í bænum. Vel heppnað fyrirtækjaþing var haldið í janúar þar sem að fjölbreyttur hópur úr atvinnulífinu kom saman í netheimum og ræddi undir stjórn sérfræðinga frá Símey, stöðu bæjarins á fyrirtækjamarkaði og framtíða tækifæri. Niðurstöðu fundarins eru mikilvæg gögn í vinnunni. Í kjölfarið voru svo kynntar niðurstöður íbúakönnunar samtaka sveitarfélaga á búsetuskilyrðum sem munu nýtast beint inn í þessa vinnu, auk þess sem stuðst er við þjónustukönnun Gallup og önnur fyrirliggjandi gögn. Efnisöflun er að mestu leyti lokið og úrvinnsla hafin. Eitt af því sem þegar hefur komið í ljós er að almenn lífsgæði á Akureyri og félagslegir þættir vega þungt í hugum atvinnurekenda. Ekki síður en hagræn atriði þó þau skipta auðvitað miklu máli.
Sem dæmi má nefna að stuttar vegalengdir, gott og fjölskylduvænt samfélag eru meðal þeirra þátta sem koma oftast fram þegar atvinnurekendur voru spurðir stærsta kostinn við að reka fyrirtæki á Akureyri. Einnig var áhugavert og ánægjulegt að sjá hve mikill meirihluti þeirra stjórnenda sem tóku þátt í fyrirtækjaþinginu hafa hug á því að auka umsvif sín á komandi misserum. Við höfum eflaust flest öll skoðanir á því hverjir eru helstu styrkleikar og veikleikar bæjarins, en með þessari vinnu er markmið að komast nær því að vita hvaða búsetukostir skipta mestu máli, hvers vegna fólk eða fyrirtæki ákveða að staðsetja sig hér frekar en annar staðar, hvað þarf að breytast til að fjölga í hópnum og hlúa betur að þeim sem fyrir eru. Með því að kortleggja stöðuna, ekki síst sérstöðu sveitarfélagsins með þessum hætti, er markmiðið að fá fram mikilvægar upplýsingar og efnivið sem nýtist í aukinni markaðssókn og í stefnumótun í atvinnumálum og jafnvel öðrum málaflokkum. Spennandi verður að rýna í niðurstöðurnar núna á vormánuðum. Í haust þá hóf Akureyrarstofa að vekja athygli á möguleikum þess að fólk flytji með sér störf milli staða og störfum án staðsetninga. Efnt var til markaðsátaks og vitundarvakningar með stuttum viðtölum við fólk sem býr hér á Akureyri og hefur flutt störf við að skapa sér tækifæri með því að flytja með sér verkefni. Í kjölfarið boðuðu Akureyrarstofa og SSNE til ráðstefnu á netinu undir yfirskriftinni Fólk færir störf, þar sem við fengum fjölmörg dæmi möguleikana sem eru fyrir hendi, bæði í opinbera geiranum og einkageiranum. Sérstaklega áhugavert var að heyra hvað sum einkafyrirtæki eru langt komin í þeirri hugsun að starfsmenn geti þegar mögulegt er átt val búsetu leið og hæfileikar og kunnátta nýtast í rekstri fyrirtækisins. Margir hafa bent á að þetta sé tvíeggja sverð því að störf eigi að geta flust í báðar áttir eða allar áttir og þess vegna frá Akureyri til annarra staða. Þetta er rétt, en við höfum gefið okkur að eðli málsins samkvæmt verði flest störf til á höfuðborgarsvæðinu og að segulmagn stærðarinnar haldi fast í þau og því sé líklegt að öll hreyfing sem mögulegt er að koma fólki á, komi okkur og jákvæðri byggðaþróun frekar til góða. Þá hefur Akureyrarstofa komið að því ásamt SSNE, Háskólanum á Akureyri, Listaháskóla Íslands og framhaldsskólunum hér á svæðinu að kanna möguleika á því að komið verða á fót listnámi á háskólastigi á Akureyri. Þessir aðilar standa saman að ráðstefnu málið sem haldið verður miðjan apríl, en hér er í raunum að ræða mjög mikilvægt mennta- og atvinnumál. Norðurslóðamálin hafa fengið sífellt meiri athygli og ekki síst nýverið í tengslu við svonefnda Grænlandsskýrslu sem utanríkisráðherra lét vinna. Ráðherra tók af því tilefni öll tvímæli að Norðurslóðamiðstöð Íslands sé á Akureyri sem auðvitað bæði mikilvægt og ánægjulegt. Það er brýnt að við fylgjum þessu fast eftir. Bæjarstjórinn okkar leiðir norðurslóðamálin fyrir hönd Akureyrarbæjar en Akureyrarstofa hefur komið sterkar inn í þá vinnu upp á síðustu misserum enda mikilvægt að á bak við þennan málaflokk sé teymi starfsmanna sem getur skipt með verkum og byggt upp þekkingu. Ánægjulegt er að segja frá því að í næstu viku kemur utanríkisráðherra í heimsókn til Akureyrar til að ræða norðurslóðamál á opnum fundi á netinu og að því tilefni verður einnig undirritað samkomulag milli SSNE og Norðurslóðanetsins uppbyggingu þess en stjórn SSNE hefur ákveðið að það verði eitt af áhersluverkefnum í sóknaráætlun landshlutans á þessu ári. Viðræður við mennta- og menningarmálaráðuneytið hafa staðið yfir frá því í haust endurnýjun menningarsamningsins. Til hans heyra þau verkefni sem Menningarfélag Akureyrar hefur með höndum sem eru rekstur Hofs, Leikfélag Akureyrar og Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og svo rekstur Listasafnsins á Akureyri sem við rekum sjálf. Akureyrarbær lagði fram tillögu að nýju viðmiðu framlög ríkisins til samningsins og að miðað yrði við að þau yrðu 10% af framlögum ríkisins til eigin verkefna á sömu sviðum á höfuðborgarsvæðinu sem eru þá Sinfóníuhljómsveit Íslands, Harpa, Þjóðleikhúsið og Listasafn Íslands. Þetta hlutfall er í dag 5%. Viðmiðið byggir á mannfjölda á áætluðu áhrifasvæði Akureyrar sem telur 9–11% af mannfjölda Íslands. Akureyrarbær hefur bent á að þegar meta á framlög til atvinnustarfsemi í listum sé eðlilegast að leita viðmiða í sambærilegum rekstri á höfuðborgarsvæðinu frekar en til dæmis í framlögum til uppbyggingarsjóða landshlutana sem eru verkefnasjóðir. Rökin fyrir þessum nýju viðmiðum eru helst enn frekari atvinnuuppbygging á Norður- og Austurlandi í listum og menningarstarfi og bent er sérstaklega á þá fyrirmynd sem birtist í tónlistaupptökuverkefnum Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands fyrir sjónvarp og kvikmyndir. Verkefni sem á sér engan líkan hér á landi
og væri ekki til staðar ef ekki væri svo grunnur sem ríki og bær hafi í sameiningu byggt upp. Atvinnuuppbygging af þessum toga gæti heldur ekki komið á betri tíma heldur þegar að samfélagi leitar að viðspyrnu þegar COVID-19 faraldrinum vonandi lýkur. Það annað markmið að styrkja þá grunnhugmynd að skynsamlegt sé fyrir íslenskt samfélag að byggja upp annan öflugan kjarna eða borg þar sem atvinnustarfsemi í listum er raunverulegur valkostur til hagsbóta fyrir listafólk á Íslandi, íbúa á Norður- og Austurlandi og fjölgar búsetukostum fyrir Íslendinga yfir höfuð. Þegar þetta er skrifað er ekki útlit fyrir að við náum þessum nýju viðmiðum í gegnum þessa atrennu, en engu síður hækkun á framlögum til samningsins. Hækkanir á framlögum ríkisins hafa þegar til lengri tíma er litið að mestu staðist samanburð við þær hækkanir ríkisins til eigin stofnana miðað við þann grunn sem er til staðar, en þann grunn þarf að hækka. Ný viðmið verða því áfram baráttumál, en ég tel að málstaður okkar sé sterkur. Unnið hefur verið að setningu safnastefnu fyrir Akureyri sem verður svo fyrsta sem að sveitarfélag setur sér. Áætlað var að verkinu lyki á síðasta ári en dráttur varð bæði vegna COVID-19 og vegna þess að fjárhagslegar forsendur breyttust snarlega þegar að vinnan var á lokasprettinum. Nú er verið að ljúka gerð áætlunar aðgerðir stefnunar þannig að ljóst liggi fyrir hvað verður gert á hverju ári hennar en aðaláherslurnar eru eftirfarandi. Sameining sögu og minjasafna á seinni hluta tímabil stefnunar. Það verkefni undir fleirum komið en Akureyrarbæ einum en verður stefnumið engu að síður. Sá forgangur hefur verið að gera enn betur gagnvart þeim söfnum og sýningum sem við stöndum nú þegar á bakvið og að ný söfn og sýningar verða að bíða á tímabili stefnunar. Þess ber þó að geta að töluverð umræða hefur verið meðal bæjarfulltrúa norðurslóðasetur eða sýningu á Akureyri án þess þó að endanleg niðurstaða liggi fyrir. Þriðji punkturinn er aðgengi allra og söfn fyrir alla og þetta er einn mikilvægasti grunnþáttur og stef þessara stefna mínu mati. En þannig á að sérstaklega að horfa til hópa sem eigi hættu að verða út undan í samfélaginu og fara á mis við það sem söfnin hafa upp á að bjóða í starfi sínu. Frá miðju þessu ári verður svo farið að endurskoða menningarstefnu Akureyrar og er hugmyndin að hún og safnastefnan verði til einföldunar birt hlið við hlið og standi saman undir yfirskrift menningarstefnunar en þær þurfa sjálfsögðu að tala saman. Þá er unnið að gera samþykktar ákveðið hlutfalla stofnkostnaði nýbygginga og stærri endurbyggingaverkefna á vegum Akureyrar sem renni í sjóð til kaupa á listaverkum. Það gerir okkur bæði kleift að stækka og þétta safnkost listasafnsins og auka listskreitingar í nýbyggingum bæjarins. Til þessa þarf að horfa við gerð fjárhagsáætlunar. Barnamenningarhátíð verður þróuð áfram eins og kveðið er á í samningi bæjarstjórnar en viðburðir hennar munu dreifast yfir aprílmánuð á þessu sinni. Að mínum mati er það sérstakt keppikefli að hátíðin nái sterkari tengslu við skólana í bænum en hefur verið hingað til og hún verði lifandi hluti af skólastarfinu. Hátíðin er vaxandi og þegar orðin frábær hluti af menningarlífinu í bænum og bara eftir að festa sig enn betur í sessi. Stjórn Akureyrarstofu er jafnframt stjórn listasafnsins á Akureyri, amtsbókasafnsins og héraðsskjalasafnsins. Aðaláhersla í starfi amtsbókasafnsins á árinu 2021 verður að ná fyrir styrk í fjölda útlána og heimsókna á safnið eins og var fyrir heimsfaraldurinn. Nú þegar eru farnir af stað nokkrir viðburðir, svo sem spilaklúbbar, en stigið er varlega til jarðar í því að skipuleggja of langt fram í tímann. Einnig verður unnið að gerð umhverfisáætlunar fyrir safnið og settar upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla á lóð þess og líka verður stefna þess endurskoðuð. Á héraðsskjalasafninu verður lögð áhersla á kynningu á safninu og hlutverku þess eftir margvíslegum leiðum með það í huga að fjölga gestum og gera safnið sýnilegra í samfélaginu. Áfram verður unnið að skráningu og frágangi eldri afhendinga og þær eldri afhendinga. Fáist til þess styrkur verður haldið áfram við að miðla safnaefni á heimasíðunni og tekið verður upp annað vinnulag við miðlun. Loks verður meiri áhersla lögð á heimsóknir til skilaskyldra aðila á starfsvæði safnsins og þá sérstaklega utan Akureyrar. Þess ber auðvitað að geta að við vinnum áfram markvisst í því að fá fjármagn frá ríkinu vegna skylduskila. Af listasafninu er það helst að frétta að settar verða upp 15 sýningar á árinu, yfirlitssýningar, samsýningar og einkasýningar. Sérstök áhersla verður lögð á að taka á móti skólahópum og smiðjum fyrir börn og ungmenni verða fjölmargar. Listasafni tekur þátt í barnamenningarhátíð með fjölda viðburða og gjörningahátíð verður í byrjun október
í samvinnu við Leikfélag Akureyrar, MAG, Verkmenntaskólann og fleiri aðila. Þá er unnið að nákvæmri skráningu safngripa en sú vinna mun taka einhver ár nema sérstakt fjárframlag fáist í verkefnið, en ég tel það ákaflega mikilvægt að skráning og varðveisla safngripa sé fullnægjandi. Af öðrum verkefnum má nefna að nýlega var undirritaður nýr þjónustusamningur minjasafna á Akureyri til næstu 3 ára sem að sjálfsögðu ánægjulegt. Markviss og stöðug upplýsingamiðlun fer fram af hálfu Akureyrarstofu nánast alla daga ársins og er heimasíðan akureyri.is sem fyrr mikilvægasta upplýsingagátt sveitarfélagsins, en starfsfólki hefur megin umsjón með skrifum frétta og tilkynninga, auk þess að koma að vinnu við þróun og endurbætur hennar í samstarfi vefstjóra og starfsfólk stjórnsýslusviðs. Alls voru birtar 465 fréttir og tilkynningar á síðunni á síðasta ári, sem gefur einhverja hugmynd hve öflug þessi miðlun er. Á síðustu misserum hefur Akureyrarstofa unnið að því að auka breiddina í kynningarstarfinu sem og fjölbreytni í miðlunarleiðum. Hlaðvarp Akureyringa var sett í gang og síðasta voru gerðir 15 slíkir þættir. Markmiðið er að vekja athygli á áhugaverðu fólki sem er að gera góða hluti í þágu samfélagsins, sem og starfsemi og þjónustu bæjarins og þeim fjölmörgu kostum sem bærinn hefur upp á að bjóða. Hér er fylgt þeirri línu sem mörkuð var á þar síðast ári sem felur í sér að nýta svokallaða efnismarkasetningu sem byggir á frásögnum. Í þessu skyni hafa verið gerð myndbönd fyrir vefinn undir yfirskriftinni Hvað er að frétta, sem gefur dýpri innsýn í þjónustu og starfsemi og snúa innhverfinu út eins og forstöðumaður Akureyrarstofu hefur stundum orðaða. Sem dæmi má nefna myndband heimaþjónustu og velferðartækni sem náði til 19.000 manns og 13.000 manns horfðu á það að hluta í heild. Markaðsátaki Fólk færi störf sem nefnt var hérna ofan og annað dæmi sem var þar sem þessari línu var fylgt. Áfram verður haldið á þessari braut þessu ári með enn meiri áherslu á markvissa vinnu á íbúa- og fyrirtækjamarkaði í kjölfar samkeppnisgreiningarinnar sem rædd var hér áðan. Samstarf við aðrar deildir og önnur svið í kynningamálunum hefur aukist og mun áfram aukast á þessu ári. Sem dæmi þetta má nefna frjósamt samstarf Akureyrarstofu og skipulagssviðs, þar sem Akureyrarstofa hefur meðal annars komið inn með sín á markaðshlið skipulagsmála. Akureyrarstofa hefur jafnframt verið þátttakandi í íbúasamráðsverkefnum bæjarins og er endurskipulagning leiðakerfi strætisvagna Akureyrar gott dæmi það. Akureyrarstofa er einnig í samstarfi við Vistorku kynningu og markaðssetningu á grænu Akureyri, sem er vinna sem nýtist með beinum hætti á ferðaþjónustumarkaði og er í ferðamálastefnun okkar. Það er ánægjulegt að fylgjast með því hvernig Akureyrarstofa hefur náð að auka fjölbreytileika og breytt í upplýsingagjöf og markaðsmálum og haldið á sama tíma krafti og úthaldi í því starfi sem fyrir var. Í lok janúar á þessu ári lokaði upplýsingamiðstöðin á Akureyri. Á undanförnum árum hefur Ferðamálastofa ítrekað gefið til kynna að stuðningi við opinberar upplýsingamiðstöðvar allt land yrði hætt þrátt fyrir umtalsverða gagnrýni á þau áform. Fyrir okkur hér á Akureyri þýddi það að Akureyrarbær væri einn að reka upplýsingamiðstöð sem hafði hlutverk gagnvart öllum landshlutanum og landinu ef út í það var farið. Það þótti okkur ekki ásættanlegt og ákváðum við því að loka. Akureyrarstofa mun áfram einbeita sér að öflugri upplýsingagjöf Akureyri á þeim miðlum sem við höfum yfir að ráða. Upplýsingagjöf til ferðamanna og bæjarbúa á vefnum visitakureyri.is hefur verið bætt og aukin mikið undanfarið og því starfi verður haldið áfram á þessu ári. Bætt verður í upplýsingabrunn gönguleiðir, fjallahjólaleiðir og fjallaskíðaleiðir og áfram verður haldið þróun viðburðardagatalsins sem hefur tekið góðum breytingum undanfarið. Farið verður í sérstakt kynningarátak þar sem ferðavefurinn verður kynntur sérstaklega gagnvart bæjarbúum sjálfum því þar er mjög margt að finna sem við getum haft gagn af ekki síður en ferðamenn. Það verkefni að kynna og markaðssetja Glerárdal sem útivistarsvæði og áfangastað hefur lengi verið í ferðamálastefnu bæjarins og var það sérstaklega tengt uppbyggingu nýju virkjunarinnar í dalnum. Það helst vel í hendur við að umhverfis- og mannvirkjasvið hefur í tvígang fengið styrk úr framkvæmdasjóði ferðamanna til stígagerðar í dalnum. Í fyrra fékkst ríflega 21 milljóna króna styrkur fyrir fyrsta áfanga og í síðustu viku var tilkynnt að tæplega 24 milljóna króna styrks til annars áfanga sem eru auðvitað frábærar fréttir. Verkefni snýst að leggja stíg frá bílastæði og alla leið inn að Lambaskála ferðafélags Akureyrar. Annar áfangi byrjar 4 km inn í dalnum og endar í 8 km.
Eftir að stígagerð hófst hefur orðið sprenging í heimsóknum gesta í fólkvanginum og þar bíða margir möguleikar til þróunar útivistar og ferðaþjónustu sem henni tengjast. Samstarf Akureyrarstofu og umhverfis- og mannvirkjasviðs hefur aukist og elst, enda fjölmargt af því sem við gerum í umhverfismálum og uppbyggingu til útivistar mikilvæg hluti þess að byggja upp fjölbreyttan og vinsælan áfangastað eins og Akureyri. Ferðafélag Akureyrar fékk einnig á dögunum 1,5 milljón króna styrk úr uppbyggingarsjóði til samræmdar merkingar gönguleiða. Umsóknin var gerð í samstarfi Ferðafélags Akureyrar, Akureyrarstofu og fleiri aðila og markar upphafið að bættum merkingum og gönguleiðum í nágrenni Akureyrar. Verkefnum einnig nýtast Skógræktarfélaginu vegna merkinga gönguleiða, Hjólreiðafélaginu vegna merkinga fjallahjólaleiða og utanvegahlaupinu Súlur Vertikal vegna þeirra leiða sem skipulagðar eru á þess vegum. Stjórn Akureyrarstofar samþykkti einmitt nýverið að styrkja uppbyggingu og þróun Súlur Vertikal en aðstandendur hlaupsins stefnaði að byggja upp þekkt og alþjóðlegt sterkt utanvegahlaup hér á Akureyri. Hlaupið fer fram verslunarmannahelgina og helgin á undan stendur Hjólreiðafélagi fyrir mikilli hjólreiðahátíð. Súlur Vertikal og Hjólreiðafélagi vinna saman með það að markmiði að helgarnar og vikan á milli verði að samfelldri útivistarhátíð. Mjög spennandi framtíðarsýn og mikilvægt að Akureyrarbær styðji við þetta viðburðahald sem getur orðið mikilvægt í uppbyggingu Akureyrar sem ferðamannastaðar. Af öðrum verkefnum má nefna að áfram verður unnið að sérstakri markaðssetningu á Hrísey og Grímsey og nú verið að vinna nýtt markaðsefni fyrir Akureyrarbæ sem ráðstefnubæ. Þessa dagana unnið að stofnun áfangastaðastofu þar sem atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti gerir samning verkefni við landshlutasamtök. SSNVAF og SSNE hafa ákveðið að vinna saman að þessu verkefni og fá Markaðsstofu Norðurlands til að reka sameiginlega áfangastaðastofu. Ég tel að breytingin sé jákvæð og geti styrkt samstarf milli ríkis, sveitarfélaga og fyrirtækja í ferðaþjónustu á Norðurlandi. Stjórn Akureyrarstofu tók ákvörðun það við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið í ár að halda áfram stuðningi við flugklassan R66. Sérstaklega ánægjulegt að sjá þá hreyfingu sem loksins komin á framkvæmdir við að bæta aðstöðu fyrir millilandaflug á Akureyrarflugvelli. Í því liggja miklu möguleikar í þróun og uppbyggingu ferðaþjónustunnar í landshlutanum og fyrir fyrirtæki í útflutningi, fyrir þau ótrúlegu lífsgæði sem felast í fyrir íbúa að hafa aðgang að beinum flugsamgöngum við stærri flughafnir í Evrópu. Framlög til menningarmála samkvæmt fjárhagsáætlun hvers árs hafa hækkað 34,8% frá árinu 2016. Þar skiptir mestu máli endurnýjun á húsnæði Listasafnsins sem hækkar innri töluvert á árinu 2019. Frá árinu 2016 hefur innri leiga hækkað 59,7% á meðan eiginlegt rekstrarframlag hefur hækkað 17,2%. Framlög til atvinnumála samkvæmt fjárhagsáætlun hvers árs hafa lækkað 4,7% frá árinu 2016. Árunum 2016 og 2017 reiknast innri leiga á Akureyrarstofu vegna aðstöðu í Hofi en hún féll niður þegar skrifstofurnar fluttust í Rósenborg. Ef eingöngu horft til framlaga til reksturs hefur það hækkað 4,2% ef eingöngu horft á árinu 2016 og 2021. Veruleg aukning á framlaginu árið 2020 má skýra með COVID-aðgerðum en ef borið saman áætlun 2019 og 2021 þá lækkar hún 7,6%. Eins og heyra má þá eru verkefni Akureyrarstofu fjölmörg og spennandi, verkefni sem eru drifin áfram af sóknarhug og óbilandi trú á okkar svæði. Ég vil að lokum aftur þakka samstarfsfólki mínu í stjórn Akureyrarstofu sem og því magnaða starfsfólki sem þar vinnur. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur því máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja á því að þakka formanni stjórnar Akureyrarstofu fyrir fína yfirferð. Þetta er enn að síðast inn. Það var mikið upplýsingum og bara fínasta yfirferð. En það er rétt eins og formar kom að áðan að það eru óvenjulegir tímar sem við erum búin að upplifa núna undanfarið ár og mér langar að taka undir hrós til starfsfólks fyrir upplýsingagjöf og annað. Þetta hefur verið gott samstarf líka á milli sviða og við á fræðslusviði fundum til dæmis vel fyrir því
Það var gott að leita til sviðsins til að koma að upplýsingum skólastarf og annað þegar COVID-ið stóð sem hæðist. Þannig að ég fagna því og þetta bara alveg frábært. Og svo líka bara virkilega gaman að fletta í gegnum samfélagsmiðla og sjá kynningar á starfsfólki og öðrum íbúum bæjarins og sjá þá fjölbreyttu flóru sem við búum yfir hérna á Akureyri. Þetta bara gríðarlega jákvætt og gott. Þannig að hrós til ykkar. En aðeins svona að ferðahegðun okkar Íslendinga, þá held ég að við getum fagnað því hér á Akureyri og ég ætla nú kannski að vera svolítið montin og segja að það kom ekki óvart að allir sjái ljósið hér fyrir norðan og vilji koma hingað til okkar í heimsókn. Því bærinn hefur upp á alveg fjölmargt að bjóða. Og við höfum nú orðið vör við þá þurft að ráðleggja vinum og vandamönnum sem koma hingað að skipuleggja ferðina í tíma, hvað var það gistingu og einmitt ef þau ætla að fara út að borða og annað og ég tala ekki um ef þú ætlar að komast inn í fjallið og það bara virkilega ánægilegt að sjá hvað bærinn okkar eyðar að lífi. Og ég tók nú tal við 2 sem að komu hérna norður síðustu helgi og þeir sögðu það að þeir höfðu aldrei séð jafn marga í göngugötunni, ekki einu sinni á sumri til eins og var síðustu helgi. En það svo sannarlega eitthvað við Akureyri, ég held að getum verið sammála það. En ég mitt ræddi við einn verslunareiganda í göngugötunni í febrúar sem hefur rekið fataverslun í 40 ár. Og ég spurði svona hvernig gengi og hvernig veturinn hefði verið. Og hún sagði að þau hefðu aldrei upplifað annan eins febrúarmánuð í 40 ára sögu verslunarinnar. Þau væru búin að upplifa að þannig að febrúar ekki búinn. Þau voru búin að upplifa 3 Þorláksmessur undanfarna 3 laugardaga. Og þetta er bara gríðarlega jákvætt fyrir fyrirtæki bænum okkar. Og við líka sem að rekum bæinn þurfum líka að horfa svolítið á stóru myndina, hvað það er sem skiptir máli og samlegar áhrifin á þeirri þjónustu sem er í boði hérna í bænum. Og þá komum við meðal annars inn á mikilvægi Hlíðarfjalls og því starfi sem meðal annars Skógræktarfélagið hefur líka verið að sinna. Þjónustu við bæjarbúa og þá sem komu og heimsækja bæinn, bæði varandi gönguspor í Kjarnaskógi, en það er alveg himneskt að fara þangað og margir örugglega þreytt sína fyrstu mínútur þar á gönguskíðum meðal annars ég núna í vetur og þetta er alveg stórkostlegt svæði og ekki skemmi líka að maður getur farið, ef maður hræddur við brekkurnar þá getur maður farið á göngustíginn inn í Eyjafjarðarsveit, það sem er flatlendi og þeir eiga bara mikið hrós skilið. En að einmitt stóru myndinni þá held ég að við eigum líka að nýta tækifærin sem Vetraríþróttamiðstöð Íslands veitir okkur sem er hér á Akureyri og horfa á heildarmyndina hvernig við getum allt svæðið, allt Eyjafjarðarsvæðið varðandi vetraríþróttamennsku því að ég held að það sem styrkir Akureyri styrkir svæðin í kring og öfugt. En formaður kom aðeins inn á það að endurskoða atvinnustefnuna, að það þurfi að draga fram kosti og galla og sérstöðu Akureyrar sem búsetu og atvinnusvæði. Ég fagna þessu og eins líka að við eigum að horfa á tækifæri sem gefast. Mig langar aðeins til að koma inn á í þessari umræðu inn á klasastefnu fyrir Ísland sem nýbúið er að kynna og er mjög áhugaverð að mínu mati allavega. Og þar eru sjóðir sem hægt er að sækja sem stóð fyrir verðmætasköpun og áframhaldandi sókn atvinnulífs á Íslandi. Því við vitum öll hvernig staðan er bæði efnahagslega og samfélagslega í dag eftir erfitt ár og það er mikilvægt að sjá þessi tækifæri og grípa þau. En Evrópusambandið hefur nýlega kortlagt þær topp 14 atvinnugreinar sem talið er að muni leiða viðspyrnu atvinnulífs eftir dýfu vegna COVID. Því er mikilvægt að við þekkjum líka og kortleggjum okkar lykil atvinnugreinar, skönnum og mælum þær sem eru líklega til að auka verðmætasköpun til framtíðar. Og þar kemur einmitt aftur að klasasamstarfinu, þar sem við sjáum samstarf fyrirtækja og framleiðsluaðila og þar sem aðilar geta komið saman og skapað umhverfi til nýsköpunar og þróunar. Það sem að hagur eins verður sjálfkrafa hagur hins. Ég held að þarna séu gríðarleg tækifæri fyrir okkur og í framtíðinu munum við sjá meira af svona klasasamstarfi og þú veist ef við horfum á svæðið hér þá getum við alveg ímyndað okkur, auðveldlega ímyndað okkur sjávarklasa, landbúnaðarklasa og jafnvel ferðaklasa. Og því aðferðir klasasamstarfs eru mjög sveigjanlegar þar sem megininntakið snýst aðgerðir til nýsköpunar. Þetta er líka mikilvægt tæki í byggðaþróun og getur verið úrbótastarf og vöruþróun í hefðbundnu rekstri, þjónustu eða framleiðslu. Ef við horfum til dæmis til Danmerkur þá eru fjöldamargir klasar þar, hvað varðar umhverfis- og orkutækni, velferðartækni og fleira og þar eru meðal annars dönsk stjórnvöld að byggja og leggja mikla áherslu á það að efla alla innviði til að undirbúa betur undir klasasamstarf. En
Mig langar svona aðeins kannski að fara úr atvinnulífinu yfir í menningarmálin og menningarsamningin sem við búum svo vel að hafa, en mér skilst að við séum eina sveitarfélag í landinu sem er með menningarsamning við ríkið. Og ég fagna því því að við búum yfir alveg gríðarlegum mannauð hérna og fjölbreyttu menningarstarfi á Akureyri sem við eigum að vera virkilega stolt af og einmitt eitt af því sem er inn í þessu samlegar áhrifum sem fær fólk til þess að vilja koma til Akureyrar. En við erum stolt af þessu starfi og ég fagna þessum samning sem búið að gera núna, verið að vinna í og ég vona að við náum að nálgast þetta. En talandi að því að formaðurinn kom aðeins inn á hækkanir og kannski þau viðmið sem við vorum að leitast eftir, þá er kannski ágætt að nefna það hér að hækkunin sem hefur orðið á samningnum frá árinu 2015 eru tæpar 100 milljónir. Og 60 milljónir frá árinu 2017 sem er gríðarleg hækkun sem við eigum bara að fagna vel að mínu mati. En ég get nú ekki vikið hér úr pontu á þess að tala amtbókasafnið. Ég minnir að bæjarfulltrúi Sóley Björk hafi nú talað mjög skemmtilega það á síðasta fundi þegar þetta var rætt varðandi starfsáætlun stjórnar Akureyrarstofu. En ég held að þetta sé eitt skemmtilegasta safn landsins, allavega skemmtilegasta bókasafn landsins, því hugmyndaflug starfsmanna er ótrúlegt og þeir eru mikið hrós skilið, þeir eru alltaf að finna upp á einhverju nýju. Formaður kom aðeins inn á kynningu og markaðssetningu á Glerárdal sem útivistarsvæði sem er bara frábært, bara algjörlega frábært framtak. Mér langar svona aðeins kannski í þeirri umræðu að spyrja formann stjórnar Akureyrarstofu, því ég með hana hérna, hvort það hafi eitthvað verið rætt varðandi gamla malarvegi og kortleggja þá sem hjólreiðastíga hugsanlega. Ég veit þessu umræðu hefur verið svolítið í sveitarfélaginu og ég veit þó nokkur aðilar sem að vilja endilega koma að þessu ef að þetta verður gert. Mér langar kannski aðeins allavega til þess að hvetja ykkur til að gera þetta því að hjólreiðar eru gríðarlega vinsælar. Það er ekki nóg við að horfa á vetraríþróttirnar, heldur þurfum líka kannski að horfa á það sem hægt er að gera á öðrum tímum ársins. Og mikil aukning í þessu og Akureyrarbær býr að því að við eigum frábæra hjólastíga sem hafa verið unnir í mikilli sjálfboðaliða vinnu, meðal annars niður Hlíðarfjall og í Kjarnaskógi og víðar. En ég held að þetta gæti verið rósin hapagati ef við myndum skoða þetta og ég hvet ykkur eindregið til þess að kanna þetta frekar. En ég ætla að láta staðanum í bili og hlakka bara til umræðunnar eftir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka fyrir bara mjög góða umfjöllun hérna málefni Akureyrarstofu og ætlaði bara svona rétt að renna yfir svona einhverja punkta sem að mig langaði annarkvort til þess að gagnrýna eða hrósa eða bæta við. Fyrst er ég með á lista greinilega sama og síðasta ári, ég ætla að tala vel amtsbókasafnið. En mér finnst það bara svo mikil fyrirmyndastofnun, það er svo ofboðslega mikið gróska þarna og svo mikið hugmyndaflug og bæði í markaðssetningu og líka í því bara hvað er að gerast. Ég meina þetta er stofnun sem stendur frammi fyrir þeirri áskorun að starfsemi hennar fer hnignandi einhvern veginn í samfélaginu, það er að segja lestri, bóklestri hnignar en það er bara það er bara snúið upp í styrkleika einhvern veginn, eða það er bara fundin önnur tækifæri. Mér finnst þetta svo frábært, ég get bara ekki hægt að tala um það og mun örugglega að tala um það hérna aftur einhvern tíðan síðar. Svo vil ég líka hrósa mjög fyrir kynningar og upplýsingamálin. Mér finnst þau hafa bara tekið gríðarleg stökk á síðustu örfáum árum og þar finnst mér bara verið að vinna alveg frábæra hluti í því einmitt að svona upplýsa bara almennt alls konar hjá bænum, ekkert bara eitthvað svona einhverjar þær upplýsingar sem að bæjarbúar einhvern veginn nauðsynlega þurfa að hafa, heldur líka svona sem bara fyrir íbúa og aðra að kynnast þessu starfsfólkinu og bænum og eins og að fara yfir. Og svo vil ég líka bara sérstaklega þakka fyrir aðkomu starfsmanna hjá Akureyrarstofu að íbúasamráði. Þar hefur verið
mjög mikið stuðningur þaðan og frábærar hugmyndir og frábær vinna, þannig að það er alveg virkilega góðir hlutir að gerast þarna inni og sem að þú veist bara sýnir manni alltaf aftur og aftur hvað bara hver einstakur starfsmaður í jafnvel svona stóri einingu eins og Akureyrarbæ sem að telur ábyggilega 8.500 starfsmanna, hver einasti einstaklingur getur bara skipt svo ótrúlega miklu máli. Fólk sem stendur sig einhvern veginn framúrskarandi verið í starfi, það er bara að gera svo ótrúlega mikið fyrir samfélagið sitt og ég er bara mjög djúpt þakklát fyrir það að við höfum fullt af svona starfsfólki. Eitt sem ég langaði kannski til að tala sem er þá eitthvað sem geti hugsanlega orðið innlegg inn í nýja menningarstefnu og það er það að mér finnst að við þurfum að huga að því og ég hefði gjarnan ég bara fattaði svo sem ekki að kalla eftir í fyrir fundin en það hefði alveg verið áhugavert að sjá þróun fjármagns í sjóðum sem að einstaklingar eða svona lítil verkefni geta sótt í, þegar ég held að þar er eitthvað sem að við þyrftum eiginlega forgangsraða aðeins ofar í fjárhagsvinnunni hjá okkur og það verður þá bara að vera, ég meina fari yfir menningarsamningin sem er svona ekki eins feitur og við myndum gjarnan vilja hafa hann og okkur finnst eðlilegt að hann sé og við erum að reyna að standa straum af því að halda úti mjög stórum og sterkum stofnunum í menningu og sem eru frábærar og mikilvægar en ég held samt að það sé ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að halda vel utanum og að auka í svona sjóði sem að lítið verkefni þarf að segja sem er oft kallað grasrótin getur sótt í því að eins og við öllu vitum að þá er engin menning og engar listir til sýningar í stórum stofnunum ef það er ekki verið að rækta einhvern veginn alltaf nýja brumið. Þannig að ég vil bara svona leggja áherslu á það. Og svo vildi ég segja varðandi þessa vinnu sem er verið að greina styrkleika og fleira sem var sagt frá þessum samráðsfundi við atvinnurekendur, þá vildi ég bara svona koma því inn að það væri kannski ótrúlega gott að kanna málið hjá til dæmis að því ég hugsaði fyrst þeim sem eru líklegir til að flytja til bæjarins að það er nú kannski pínu erfitt að finna akkurat það fólk en til dæmis kannski þeirra sem eru nýfluttir til bæjarins. Af hverju flutti fólk? Að því ég held við einmitt, það er ótrúlega mikilvægt fyrir okkur og mikilsvirði fyrir okkur að vita hvað það er sem að veldur því að fólk tekur ákvörðun að flytja hingað en ekki eitthvað annað. Og það verður ennþá mikilvægara og ennþá áhugaverðara eftir því sem að framþróunin störf staðsetningar vindur fram þegar fólk getur raunverulega að fara að taka ákvarðanir hvar það býr út og taka störfin sín með sér. Þannig að mér finnst að þetta er eitthvað sem við ættum að skoða bara að gera kerfisbundið. Og svo langaði mig að segja varðandi barnamenningarhátíðina sem ég held að sé alveg frábær og einmitt sé bara að stækka og vaxa og dafna. En þá finnst mér svona í því samhengi, þá finnst mér að við þurfum að hugsa það hvort að við getum ekki betur staðið okkur í menningu sem tómstundum hjá sérstaklega börnum og unglingum. Því ég held að við séum bara með of mikla kannski áherslu á íþróttir og of lítið úrval af menningartengdum tómstundum sem ég held að sé alveg jafn mikilvægur og helst ættu öll börn að vera í hvoru tveggja því að hreyfingin er auðvitað gríðarlega mikilvæg en það að stunda skapandi hugsun og sköpun er bara líka mjög mikilvægt. En annað hef ég ekki að segja í bili þannig að ég bara þakka aftur fyrir frábært starfsfólk og góða kynningu. Það er bæði fulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka formanni Hildi Jönu kærlega fyrir yfirferðina og ekki var verra að hafa glæru með. En mér fannst hún fara einstaklega bara vel yfir starfsáætlunina eins og ég las hana allavega og bara heilt yfir það sem hefur verið að gerast hjá Akureyrarstofu. Nú þekkir maður það aðeins eftir að hafa setið það í þeirri nefnd í allmörg ár en er þó komin í aðra nefnd núna. En
það er rosa margt sem hefur verið gert vel og sérstaklega á þessum eins og Hilda kom inn á og Ingibjörg líka á þessum óvissu tímum. Og það ber að þakka og mér veist það er erfitt að vera starfsmaður í þessum aðstæðum þegar svona óvissan er gríðarleg og álagið mikið hvernig maður á að leysa hlutina og mér fannst starfsfólk sína mikið hugmyndaauðgi í því mjög víða í kerfinu og það er ekki bara við Akureyarstofu heldur bara mjög víða í kerfinu og mér finnst það bara þakkarvert. Eins og hefur hér verið tíðrætt af mörgum að þá erum við einstaklega vel að því búin að hvar við stöndum bæði hvað varðar menningu og útivist og bara almenna fegurð á svæðinu sem að gerir okkur það kleift að vera vinsæll áfangastaður og að vera vinsæll áfangastaður er líka eitthvað sem er vert að halda í og getur verið erfitt að halda í. Þannig að þess vegna þurfum við ávallt að vera á tánum og ávallt að vera að gera betur og betur því að við vitum aldrei hvenær samkeppnin bankar upp á og auðvitað er COVID að hjálpa okkur núna á þessum tímum að innanlandsstraumurinn virðist vera hingað og vonandi með batnandi aðstæðan við flugvöllinn og þeim verkefnum sem eru farin af stað varðandi beint flug hingað til Akureyrar verður opnast nýir möguleikar. Mér langar kannski aðeins að koma inn á boltan þar sem að koma inn á þann þátt sem að bæjarfulltrúi Sóley endaði varðandi menningartengdar tómstundir. Ég er alveg sammála henni að við þurfum að gera vel þar, við erum að gera einstaklega vel á íþróttasviðinu og margt mjög gott í gangi menningartengdum tómstundum en það er eitt þáttur sem ég langar að nefna og það gerir kannski sem formaður menningarfélagsins að það er aðbúnaður leiklistaskólans og ég tel það afar brýnt að við förum að koma honum á framtíðar sama stað. Þarna er gríðarlegur fjöldi af börnum og einstaklega faglegt starf. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við finnum því framtíðar stað og staðsetningu og það er komin hugmynd að því og því finnst mér bara mikilvægt að við reynum að koma því í framkvæmd. Í ferðamálastefnunni sem var unnin fyrir 2016 sem á að gilda til 2026 eru nokkrir þættir sem ég er mjög ánægð að sjá að eru komin inn á starfsáætlun stjórnar Akureyrarstofu og það er þetta samtal við íþróttafélögin. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt því að það er ótrúlega mikill fjöldi ferðamanna tengdur íþróttaviðburðum hér á svæðinu og því finnst mér við þurfa að gera það vel og við gerum það með samtali við þá sem að standa að þeim viðburðum. Og því er ég spennt að sjá hvað kemur út úr þessum samráðsfundum og ég tel mikilvægt að þeir verði haldnir árlega eins og kemur fram í ferðamálastefnunni. Eins höfum við náttúrulega talað fyrir því og í ferðamálastefnunni að útbúa hvernig við ætlum að taka á móti þessum hópum, þá sérstaklega börnum koma hingað og ég veit að starfsfólk farið að huga því og ég er mjög spennt að sjá hvað kemur út úr þeirri vinnu. Það er líka í starfsáætlun ykkur að nefnt að það eigi að fara yfir skipulag og fjölda hátíða sem Akureyrarbær kemur að. Mér langar bara aðeins að forvitnast hvort að þessu umræða sé farin af stað hjá ykkur og hvort að sé komnar einhverjar pælingar þar. Nú veit ég að Akureyrar-appið er komið kannski að hluta til út úr Akureyrarstofu en er samt mjög gríðarlega mikilvægur þáttur tengd starfsemi þar inni sem á annars staðar í kerfinu. Því var bara frábært að fá að vita hvar sú vinna stendur og kannski bæjarstjóri geti upplýst okkur það ef formaður hefur ekki upplýsingar hvar það verkefni er statt. Ég fagna því líka að það eigi að fara í endurskoðun á atvinnustefnunni.
held að í henni þurfum við sérstaklega að horfa inn á við hvernig við getum bætt umhverfi hjá okkur og starfsemi og þjónustu tengda fyrirtækjum. Það er náttúrulega þannig að án fyrirtækjana væru við ekkert hér. Þau eru það sem að halda búsetu hér á svæðinu og því langar mig líka kannski að koma með tillögu að við horfum til þess að hampa þeim fyrirtækjum sem standa sig vel eins og framúrskarandi fyrirtækjum hér í bæ að gera einhvern glaðan dag og lyfta þeim upp og gera þau sýnileg. Ég er ekki einu sinni viss að við vitum hér inni hversu mörg fyrirtæki hér á þessu svæði eru fyrirmyndafyrirtæki, framúrskarandi fyrirtæki. Þannig að það væri, ég finnst við eigum að horfa til þess. Bæjarfulltrúi Sóley kom inn á að við eigum að heyra í íbúum sem að flytja hingað og fá ástæðuna fyrir því og ég finnst það mjög góð hugmynd. Ég held að við ættum líka að gera það varðandi fyrirtæki sem ákveða að koma hingað á svæðið. En einnig að tala við fyrirtæki sem fara hérna á svæðinu. Hvað er það sem veldur því að þau ákveða að fara hérna? Því að ég held að við getum lært af þannig samtölum til að gera enn betur. Einnig flaug mér bara að við erum búin að vera að tala svo vel starfsfólk og sem á það svo sannarlega skilið. Þá fór ég líka að velta fyrir mér hvort að við ættum að huga til þess að vera með hvatningaverðlaun innan okkar stofnana hér innan bæjarins, að vera með stofnun eða svið ársins. Þetta hefur reynst vel hjá mörgum fyrirtækjum að gera þetta og þá erum við að gera sýnilegt hvað er vel gert hjá okkur því það er margt mjög vel gert og þannig að mér finnst það kannski hugmynd sem að við ættum að skoða hjá okkur. Ég tek nú undir með bæjarfulltrúum hér sem hafa minnst á Amtbókasafnið. Þetta var kostuleg skemmtun á COVID-tímum að fylgjast með starfseminni hjá þeim og þeim vídeóm sem að það voru og þeirri hugmyndaauðgi sem að þar er og rosalega flott þjónusta. En hefur það ekkert komið á óvart að það hefur komið til tals hvort að það ætti að vera þjónustu miðstöð bæjarins með hvaða einkunnagjöf þau eru að fá í könnunum. Eins og hefur hér verið nefnt að þá er náttúrulega verið að klára menningarsamningin. Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli hvað það fjármagn er að koma frá ríkinu í þann samning. Gott og vel að hann hefur hækkað síðustu árin. Ég er samt ennþá á þeirri skoðun að mér finnst ekki sanngjarnlega skipt á milli landsvæða. Mér finnst ennþá halla á okkur og við erum bara að hækka til samræmis við það sem gerist á höfuðborgarsvæðinu en erum ennþá í langt undir þeim grunni sem við ættum að vera með við þann íbúa fjölda á því svæði sem við teljum okkur vera að sinna hér. Það eru ríkisstofnanir fyrir sunnan sem hafa það hlutverk að sinna landsbyggðinni. Ég held að við séum í því hlutverki einmitt að sinna landsbyggðinni í meira mæli heldur en sumar þær stofnanir sem eru á vegum ríkisins og þannig að ég bara tek undir með formanni að við eigum að vinna því að rétta þennan hlut og tala út frá því að við séum hér höfuðstaður og erum að sinna allavega 10% af íbúum þjóðarinnar sem búsettir eru á þessu svæði hér. En við megum ekki gleyma því líka að við erum að sinna fjölmörgum ferðamönnum sem að koma hérna líka sem að búa á höfuðborgarsvæðinu og erlendis. En ég er sem að láta þetta duga í bili og koma það bara frekar upp eftir. Það er bæjarfulltrúi Eva Send Einarsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka formanni stjórnar Akureyrarstofu, bæjarfulltrúa Hildigerðar, fyrir mjög gott yfirlit yfir
stefnu eða starfsáætlun stjórnarinnar á þessu ári og þarna kemur mjög margt fram og ég teki undir allt sem hér hefur komið fram og ætla ekki að fara að endurtaka það allt. Það sem mig langar til þess að koma aðeins inn á hér og nú kannski þetta með þennan blessaða menningarsamning. Hér kom fram áðan að menningarsamningurinn hefur hækkað mikið á undanförnum árum og það í sjálfu sér alveg rétt. En það bara sanngjarnt að hann hafi hækkað þetta og þetta mikið í ljósi þess hver staðan er? Það ekki mín skoðun. Við áttum nú, ég satt fund ásamt forseta og bæjarstjóra hér daginn með forsætisráðherra sem við orðuðum þetta nú eilítið og bendum henni á það að það væri nú kannski sanngirni í því að við værum með 10% af því sem að væri verið að setja í þennan málflokk og það eru þá 400 milljónir en nú verið að tala það að við fáum í okkar hlut 230 milljónir. Og ég bent henni bara á í þessum umræðum á það að ef við erum að horfa í sjálfu sér á þennan samanburð þá verið að setja þarna einhverja 4 milljarða í þennan málaflokka minnstakosti á höfuðborgarsvæðinu. Í Reykjavík gerir það 30.500 krónur á íbúa og Akureyri framlagið 230 sem gerir 12.000 krónur á íbúa. Ef ég horfi bara sanngjarn og segi ok, þessar menningarstofnanir að sinna öllu höfuðborgarsvæðinu, þá þetta sirka 18.000 krónur á íbúa. Ef við miðum þá við Norðurland eystra, þá þetta 7.500 krónur á íbúa. Það alveg sama hvernig mér horfir á þetta og ef maður skoðar þetta bara í víðara samhengi og segjum allt í lagi við skulum skoða bara Hvítá í Borgarfirði, Hvítá á Suðurlandi. Þá þetta 13.000 krónur á íbúa á höfuðborgarsvæðinu eða þessu svæði sem verið að þjóna og við horfum þá bara á allt norður og austurland af því að við erum í raun og veru að þjóna því svæði. Það bara hefur reynslan sýnt, þá þetta 5.600 íbúa. Mér finnst bara engin sanngirni í þessu. Og þá getur einhver sagt, jú, það sanngirni í þessu. Því stærstur hlutin af þessum upphæðum fer til Þjóðleikhússins og Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem á að sinna öllu landinu. Já, en gera þessar stofnanir það? Ég hef ekki mikið orðið var við þessar stofnanir að sinna menningarstarf út á landi. Þannig ég ætla bara að hafna þessar röksemdafærslu og þá kemur hinn athugasemdin að það bara ekki meira til skiptana. Nei, ég veit það ekki meira til skiptana. En af hverju skiptu það ekki bara kökunni öðru vísi? Það ekkert eðlilegt að staðan sé svona því að við erum sannarlega hér á Akureyri að sinna þessu stóra svæði. Við erum að sinna minnstakosti 10% íbúa ef ekki meir. Því að hér ferðaþjónusta líka undir. Og menningarstarfsemi á Akureyri hefur elst gríðarlega mikið á undanförnum árum og hér orðin, þetta orðin töluvert stór atvinnugrein hér í bænum og á svæðinu. Og það höfum við bara séð í tengslu við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og allt sem þar í kring og fleiri staði. Við erum hins vegar á þeim stað að við getum ekki rekið hérna leikhús þar sem við erum með fastráðna leikara til lengri tíma. Kannski það engin ástæða. Mér finnst þetta bara alveg galið. Og það bara gríðarleg ósanngirni í þessari skiptingu og við hljótum að gera athugasemdir við þetta. Við hljótum að fara fram á það að þetta sé endurskoðað. En þetta bara alltaf eins og þessi sama saga að ef við erum út á landi þá skulum við berjast fyrir hverju einustu krónu, hverjum einasta aur og það alveg sama hver málaflokkurinn Það alveg sama hverjir eru við stjórnvölin. Það bara skiptir engu máli. Þetta skal alltaf vera svona. En kannski bara
málið það að það er bara ætlast til þess að við flytjum bara öll á mölin á höfuðborgarsvæðinu og haldum þar bara áfram að skjálfa og títra með öllum hínum sem þar er og jörðinu með. Þetta er ekki eðlilegt og þetta er því miður staða sem að er uppi núna og mér finnst bara alveg út úr korti að við sættum okkur við. Að öðru leyti þá stendur menningarstarf hérna með miklum blóma. Það er bara í sjálfu sér merkilegt í sjálfu sér miðað við það sem við höfum í sjálfu sér úr að spila. En við erum líka að leggja heilmikið til bæjarins sjálfur. Við munum alltaf gera það. Og það er líka hitt sem er merkilegt að í samningi sem að við fáum með samningsdrögum það skuli vera ákvæðin það að við leggjum annað eins til menningamála eins og lagt er upp í viðkomandi samningi. Ekki er þetta gert í Reykjavík, ekki í Hafnarfirði, ekki í Kópavogi, ekki í Garðabæ. Af hverju er það gert hér? Er það því að okkur er ekki treystandi til þess að leggja fjármagn með þessu? Þetta er svona eitthvað viðhorf sem er hérna í gangi sem að við þurfum með einhverju móti að fá breytt. Og þetta er raun og veru sorglegt í ljósi þess hvað í raun og veru menningarlífið hérna hefur í sjálfu sér blómstrað. Svo er náttúrulega menningarlífið hluti, eins og ég nefndi áðan á atvinnulífinu, og þetta er bara hluti af þeim tekjugrunni sem við erum að skapa hér til að reka gott samfélag. Þess vegna þurfum við að leggja áherslu á þetta ásamt öðrum málum og ég tek heils hugar undir það sem Eva fór hérna, bæjarfulltrúi Eva Hrund fór yfir hérna varðandi atvinnumáli. Tölum þurfa að endurtaka það en það er gríðarlega mikilvægt að við förum að koma atvinnustefnunni í gegn og förum að vinna skipulega að því að efla hér atvinnulíf að öðru leyti líka. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforsetann að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði nú svo sem ekki að koma upp en þegar Gunni er búin að tala upp í mann svona reiði yfir því hversu óréttlálega það er farið með okkur hérna út á landi þá stenst maður ekki mátið. En ég ætla nú samt að byrja á því að ég bara þakka formanni stjórnar Akureyrar fyrir alveg gríðarlega góða yfirferð og taka undir hrós til starfsfólks vegna þess að ég held að það sjaldan verið eins áberandi og svona, hvað var að segja, tóka mörg stökk finnst mér upplýsingagjöfin og þar held ég að reynsla formanns hafi örugglega hjálpað til og komið svona inn í þennan fína hóp sem þar vinnur, þar að segja á Akureyrarstofu, sem svona góð viðbót. Og hérna, ég ætla að það bara snúa mér að þessum menningarsamningi sem að ég títum ræta, sem að er bara búið að vera baráttumál okkar síðan, ég fór að skipta mér á pólitík og við höfum alltaf verið með þetta sama hlutfall sem er einhvern veginn svona ósanngjarnt þegar alla tölur er lagðar fram, þá sér það hvert einasta mannsbarn að þetta er engin sanngirni í þessu. Þrátt fyrir þessar hækkanir sem hafa orðið núna á þessu kjörtímabili og sem sannarlega má bara þakka menntamálaráðherra fyrir að þó komið þarna töluverð hækkun, krónutölu hækkun, þá hefur hlutfallið ekki skánað neitt að marki og ég er aðeins uggandi yfir til dæmis skylduskilunum þegar þú veist að var verið að reyna að setja það inn í samningin og tekið síðan aftur út. Hvað verður með það? Því við fengum svona fjármagn á síðasta ári upp í þann kostnað og hann á í sjálfu sér að vera greiddur af ríki og þar má benda á að þú veist að meira þess að úttekt ráðuneytisins sjálfs segir að það kosti 12 milljónir á ári að halda þessu úti í Borgarfirði og það er viðurkennt að það sé mun dýrari hérna á Akureyri og að við fáum ekki krónu fyrir þau, það er óskiljanlegt. Þá myndi ég líka vilja nefna, ég meina eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á. Við erum að sinna hérna risastóru landsvæði og plús öllum ferðamannastraumnum sem þó vill sækja þetta landsvæði heim.
að það er alveg lágmark 10% sem er þarna að tefla og það er sagt á sama tíma, sagt við Egilsstaðabúa að það sé svo stutt að fyrir þá að sækja menningu til Akureyrar. Þess vegna fá þeir ekki mögulega samning eða fjármagn til þess að standa fyrir sínu menningarstarfi. Þeim er ætlað að sækja þetta hingað en ekkert í höfuðborgina. Og við erum ekki að fá sýningar frá Þjóðleikhúsinu eða Sinfóníuhljómsveit Íslands. Við erum ekki að fá þessa viðburði hingað, þannig að hvernig á að sinna landinu öllu? Það er bara, þetta er svo borðleggjandi að eins og ég segi, við sjáum þetta öll og ég held reyndar að stjórnvöld sjá þetta líka, en það er ekki til meiri peningur einmitt, það er ekki hægt að stækka búlíðina, en þá er bara spurningin hvort þeir verði ekki að fara að skera niður annars staðar heldur en hjá okkur, eða allavega leiðir rétt þetta. Mér fannst, sko, þegar kom upp út skýrslan hérna, því hún nefnir hérna norðurslóðamálin og skýrslan kom út mögulegt samstarf Íslendinga og Grænlands, þá er það náttúrulega bara svona auðvitað hluti af norðurslóðasamstarfi, þetta er bara eitt land af mjög mörgum, en það var svona pínu svona eins og læddist aftan á svona einhver grunur að þú spytu, hvað er verið að gera á að fara að setja norðurslóðasetur í Reykjavík, þó allir séu sammála að við séum norðurslóðabærinn og við séum með allar þessar norðurslóðastofnanir og hvaða hugsun er í gangi. Ég meina við erum ekki að tala að í Arctic Circle og það er ekki að vera bara áfram í Reykjavík, bara gott og blessað. Það var bara heima þar. En að það heiti eitthvað norðurslóðasetur Íslands finnst mér galið og mér finnst að við að berjast fyrir því að þetta nafn verði hér, þá með einhvers konar tengingu við sýningu eins og formaður kom inn á. Og svo er norðurslóð náttúrulega svo miklu meira heldur en samstarf við Grænland og það eitt þessu er bara umræða í sjálfu sér. Ég ætla hrósa ýmsu eins og ég ger eins og bæjarfulltrúi Sóley gerði. Það er margt til þess að hrósa og það er Amtbókasafnið fór algjörlega á kostum í þessu COVID og í raun bara öll menningarstarfsemin útsjónarsemin og hugmyndaflugið hjá starfsfólkinu og bara til fyrirmyndar. Og maður finnur það ekki hvað síst núna þegar maður kemst á leiksýningu eða tónleika, hvað þetta er ótrúlega mikils virði að búa í samfélagi sem býður upp á svona viðburði. Þannig að það er fyrir einhver að berjast. Þetta gerir þetta samfélag miklu mun betra og við eigum alltaf að vera að berjast og allavega að berjast fyrir réttlátum hlut þó ekki verið meira. Það þarf svo sem ekki að fara yfir Sinfóníu Nord sem er búin að gera stórkostlega hluti og öll þau kraftaverk sem þar hafa verið, en ég ætla líka að hrósa leikfélaginu fyrir einmitt þennan leiklistaskóla sem bæjarfulltrúi Eva minntist á. Hann er alveg gríðarlega mikilvægur. Var settur fyrir nokkrum árum á fót og hefur bara vaxið og þetta samstarf við svo skólana og framhaldsskólana og svo framvegis, það er til mikilla fyrirmyndar og ég hvet okkur til þess að reyna að finna einhverja leið til að klára það mál. Skógræktarfélagið sannarlega hróskili líka og þá Hlíðarfjall, þó að það sé ekki undir kannski beint þessum menningar geira, þá er þetta sannarlega ferðaþjónustufyrirtæki og ekki síður ferðaþjónustufyrirtæki heldur en íþróttamannvirki. Og ég myndi segja að starfsfólki þar hefur verið, ég heyri ekki annað, auðvitað má alltaf gera eitthvað betur, en ég heyri ekki annað en að fólk sé almennt ánægt sem er að sækja okkur hérna heim. Og samstarfið, nú er verið að tala samstarf við Skógræktarfélagið og þetta gönguskíðasvæði og bæði upp í fjalli og út í skógi, það er alveg bara til þess að þetta er svona eins og þetta er lottóvinningur fyrir okkur í þessu COVID-i meðan landin er að sækja okkur heim og við þurfum auðvitað að sýna honum, þar að segja landunum, bjóða honum upp á góða þjónustu og sýna honum allt það sem við höfum og klikka hvergi vegna þess að þá koma þau aftur. Þetta skiptir okkur máli. Það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr fyrirtækjaþinginu. Að ég komst náttúrulega ekki sjálf á það, að þá er ég pínu forvitin að heyra hvað kemur út úr því. Það var í vinnslu og talaður að það kæmi fljótlega. Hvað var það
appið, þetta íbúapp sem við erum búin að vera tala um mjög lengi og erum orðin langþætt eftir, að þá hvíslaði bæjarstjóri því að mér að við erum náttúrulega komin í samstæðin, svo við vitum hérna inni, við fleiri sveitafélög og það stóð eitthvað svona, var eitthvað högt í Kópavogsbæ, það er að leysast og stemt á að reyna að klára þetta núna í maí, sem er gott mál. Það á örugglega eftir að gefa okkur alls konar tækifæri. Já, listnám á háskólastigi, mjög spennandi og þarna er náttúrulega SSNE að koma inn líka með stofnunum hér, verður fróðlegt að fylgjast með því. Já, búin að punkta eitthvað hérna hjá mér. Já, það var R66 og þessi barátta okkar fyrir beinu flugi, millilandaflugi. Það er náttúrulega alveg bara stórkostlegt það sem hefur gerst á þessum síðustu árum að uppbyggingu skuli vera farin af stað, bæði við flughlaðið og flugstöðuna og það allavega heyrist manni á ekki að vera neinn töf á því, vera að tala um 2023 og nú er komið af stað hópur stofnun flugfélags og ég velti aðeins fyrir mér að því að við byrjum á þessum R66 hópi fyrir einhverjum 8-9 árum eða 2010, eða það var komið 10-11 ár síðan sem var farið af stað og þá var þetta hugsað sem tímabundið verkefni og við erum búin að núna framlengja samninginn sem er bara gott og ég held að það er algjörlega nauðsynlegt. Ég held að við ættum að reyna að hugsa aðeins hvernig ljúkum við þessu samstarfi, hvernig komum við þessari vinnu eitthvert annað næst, að það verði ekki bara stanslaust verkefni bæjarins. Það er alveg skiljanlegt að við tökum þátt í x tíma og kannski er það 20 ár, ég veit það ekki, en ég held að það væri mikilvægt og hvet stjórn Akureyrarstofu til þess að hugsa það mál aðeins. Já, og eins og fleiri hefur komað hérna inn á, ég man ekki hvort það var bæjarfulltrúi Eva Hrund með þessa ferðatengdu íþróttaviðburði og fleiri sjálfsagt minnst á þetta, ég hlusta bara því að það síðast, að þá held ég það sé einmitt stór eða mikil og stór tækifæri sem felast í því að einhvern veginn að samræma vinnuna og ná fólki saman. Ég hef einhvers stað punktað þetta og sé það ekki núna, en ég læt þetta duga í bili, en bara enn og aftur hrós til formanns og stjórnarinnar þá og starfsfólks. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Orðið er laust. Næsta til máls. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka ykkur öllum fyrir gríðarlega góða umræðu hérna í dag. Það er eiginlega margt sem ég langar að ræða og en kannski fyrst langar mig að ræða að fyrir mér er Akureyrarstofa svona eins konar hjartsláttur, svona sem er einhvern veginn út um allt og er alltaf að horfa í sókn og með skapandi hugsun og hvernig er hægt að sækja og hvernig er hægt að styrkja og hvernig er hægt að styðja líka aðra sem að mér finnst skipta svo miklu máli. Og ég er svo glöð að heyra að því að þegar við fórum hérna inn að horfa á þessu upplýsingagjöf sem að er svo ákaflega stolt af okkur öllum í, er að við fórum náttúrulega í að gera nýja upplýsingastefnu og við fórum að gera kynningaráætlanir sviða og starfsfólk fór að hjálpa öðrum líka innan allra sviða og stofnana og hvetja til upplýsingagjafara, því þegar þú ert kannski bara að reka skóla eða hvað sem þú ert að gera innan bæjarkerfisins, þá er það ekki alltaf að fyrsta sem þið dettur í hug, það væri góð hugmynd að segja bæjarbúum frá því sem við erum að gera. En með þessum stuðningi og þessum áætlunum og setja þennan fókus held ég að hafi skipt ofboðslega miklu máli að taka svona stefnumarkandi ákvörðun og fylgja þeim eftir með þessum hætti og hafa síðan starfsfólki þar við hliðina. Og mér langaði líka að segja að því við finnum það núna og reyndar svo oft áður,
eftir COVID, eftir hrun, hvenær sem að hversu sterkur áfangastaður Akureyrarbær að það gerist ekki bara að sjálfu sér. Þetta náttúrulega geggjaður bær og æðislegur og allt það. En öll þessi mikla vinna og fókusering í gegnum starfsfólk og stjórnir Akureyrarstofu í gegnum árin, ávextirnir þeir koma stundum fram einmitt eins og núna. Það voru allir klárir, það voru allir tilbúnir, það var sýn, það var fólk, það voru aðstæður, það var aðstæður til þess að bregðast við. Og hvort sem að það nú, og síðan það líka með, eins og við þekkjum örugglega margir sem hafa velt fyrir sér markasetningu, að það er mikil vinna við að byggja upp góða ímynd og viðhaldinni og það er óbúslega lítið sem þarf út að bregða til þess að missa marks. Kannski ekki bara ein kvörtun útrunna rækjusamlöku, en þau veitir hvað ég á við. Það gæti komið bara eitthvað eitt upp. Þannig að þessi sífellda að vera á tánum þarna skiptir alveg svakalega miklu máli og skiptir máli fyrir atvinnulífið í bænum. Og ég tek undir það auðvitað og þessi tenging við Hlíðarfjall. Hlíðarfjall auðvitað, við fjárfestum í Akureyrarstofu, við fjárfestum í Hlíðarfjalli og þetta skilar okkur arði ef við viljum fara í kapitalisman alla leið. Að þetta skilar okkur og það skiptir máli og þess vegna hefur við oft velt í fyrir okkur þessi tengsl milli íþróttamála og ferðaþjónustu. Hvenær íþróttamannvirki og hvenær það ferðaþjónusta? Hlíðarfjall fyrst og fremst ferðaþjónusta fyrst og fremst íþróttamannvirki, en sundlaugin, en golfvöllurinn og svo framvegis. Og svo sjáum við ferðaþjónustuna alla í tengslum við íþróttamálin, öll þessi mót, fótboltamót, handboltamót, öldungamót í blaki og hvað sem þetta heitir. Og þetta eina af okkar stærstu styrkleikum hérna í þessum bæ eru íþróttamálin. Og ekki bara til þess að verða einhver afreksmaður, heldur til þess að njóta og nýta alla ævi. Og þess vegna ég sammála því sem bæjarfulltrúi Eva sagði að það skiptir miklu máli að stilla vel saman strengi þar því að þetta þarf einhvern veginn að fara saman og stundum bara dálítið óþægilegt að þetta sé í sikuru ráðinu og sikuru deildinni finnst mér vegna þess að þetta á oft heima saman og er samhljómur og slagkraftur þarna á milli. Bæjarfulltrúi Ingibjörg nefndi klasastefnu sem hefur litið dagsljós og innan SSN einmitt verið að horfa mikið í gegnum sóknaráætlanir og aðgerðir þar á klasastefnuna sérstaklega og á þau tækifæri sem að þar birtast og hvatningu til fyrirtækja og einstaklinga að horfa til klasa hugmyndafræðinnar. Og þar hafa verið efst á baugi matvælaklasi, velferðartækniklasi og auðvitað eimur sem starfandi innan SSN. Og við erum kannski svolítið að horfa á þessa tvískiptingu svolítið svona Akureyrarstofu að sjá að við sem sveitafélag stöndum vörðum okkar og svo förum við svolítið saman í þessa sameiginlegu sýn að því að hún þarf ekkit endilega virða landamæri sveitafélagana og eins og þú nefndir vel bæjarfulltrúi Ingibjörg einmitt eins og skíðasvæðin. Við erum ekki, við erum miklu meira svæði heldur en bara sveitafélag og það eru styrkleikar í því og það eru gríðarlegir styrkleikar í því fyrir okkur. Sem að kemur síðan inn á menningarsamningin og ég verð bara að taka heilshugar undir með bæjarfulltrúa Gunnari og Sóley og Höllu. Ég hefði viljað sjá allt annan grunn, hugsaðan með allt öðrum hætti heldur en raun ber vitni og það samt ekki bara kannski stóra máli þar að svo hugmyndafræði sem við þurfum að kynna og heilla alla með, við höfum ekki náð árangri í orðræðunni þar og þar þurfum við að halda áfram. Það verður ekki undir einum ráðherra komið eða einni manneskju hér eða þar, það þýðir í rauninni stefnubreyting í byggðamálum á Íslandi og hún þarf að eiga sér stað. Í mínum huga, við höfum rætt þetta held ég margoft og auðvitað alltaf svolítið grín í kringum þetta borgin Akureyri, smáborgararnir og Akureyri og allt það. En þar snýst þetta auðvitað að skipuleggja í íslenskri byggðastefnu hvert hlutverk og ábyrgð Akureyrarbæjar og þar bæði inn í byggðaáætlun
að mínu mati ætti að vera bæði svæðisbundið hlutverk Reykjavíkurborgar sem höfuðborgar Íslands og Akureyrar sem þeirra svæðisborgar sem hún er og á að vera. Og þannig þarf að horfa á grunnflut á fjármögnuninni, en það er miklu viðameira verkefni heldur en svona one-on-one. Við þurfum að ná þessum skilaboðum miklu ríkara inn í breiðar og stærri hóp og þar þurfum við bara að gera held ég betur. Vegna þess að ef að okkar ábyrgð og skyldur hér á þessu svæði sem að mínum að eiga að snúast að veita ákveðna grunnþjónustu í menningu og listum hér á okkar svæði og nærliggjandi áhrifasvæði sem að skilgreina má líklega sem 11% landsmanna, að þá þurfa að nálgast verkefni þannig. Þetta er ekki lögbundin verkefni í dag eins og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi réttilega að það á Þjóðleikhúsið að hefur lögbundið hlutverk sem slíkt, Sinfóníuhljómsveit Íslands og Listasafn Íslands, en alveg réttilega eins og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi, þá erum við ekki að finna fyrir því að það þjóni okkar þörfum sem íbúa hér. Þessu þarf að breyta og það þarf að skilgreina þetta hlutverk. Við þurfum að ná að heilla fólk með að þessi ábyrgð og skylda og þjónusta eigi að vera til staðar og þess vegna þurfi að endurskoða útreikninga við menningarsamninginn. Þetta er langtíma verkefni sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við séum samstiga í að horfa til og ég er gríðarlega ánægð með að Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið ásamt Akureyrarbæ og SSNE myndaði einmitt starfshóp borgarhlutverk Akureyrar sem er nú að vinnu og mun skila niðurstöðum og án efa verða menningarmálin einn af þeim niðurstöðum sem að skila verður úr þeim hópi. Við verðum að breyta í rauninni algjörlega hugsun okkar í byggðamálum ef að við ætlum að stíga næstu skref inn í 21. öldina og hér á Íslandi verði til næsta borg og það er einmitt nátengt menningarsamningnum. Þannig að ég tek hjartanlega undir það þarf að horfa á þetta allt öðruvísi. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Sóli og þeim sem hafa talað hérna bókasafnið. Það er eitthvað algjörlega einstakt við þetta bókasafn okkar og sköpunarkraftinn þar, hvort sem að það er að horfa til deilihagkerfis með kökuform eða piknik úti. Varðandi Glerárdalinn, bæjarfulltrúi Ingibjörg, þá hefur þetta með gömlu vegina, malavegina ekki komið til tals. Mér finnst þetta bara mjög góð hugmynd. Við erum bæði að vinna að þessum merkingum og kortleggja leiðir og mér finnst þetta bara alveg þess virði að ræða betur vegna þess að þessi malavegir og allt þetta sem er að gerast varðandi bæði aukin á gönguferðum og utanvegarhlaupum, fólk þarf að vita af þessu til að geta nýta. Varðandi þróun í sjóðum sem einstaklingar geta sótt í, ég held að það er nú bæjarfulltrúi Sóley, þar erum við með á okkar snæru menningarsjóð sem að úthlutinu honum hefur numið 16 milljónum króna og auk þess sem að Akureyrarbær greiðir auðvitað inn í uppbyggingarsjóðin sem að veitir líka styrki og voru veitt þar 38 verkefni á sviði menningar. 23,1 milljóna þessu ári og 13 verkefni í stofn- og rekstrarstyrki. Þannig að það er svona, og þróunin hefur verið bara, hún haldið sér þrátt fyrir að við höfum farið í aðhaldsaðgerðir, að þá er þessi tala svona sirkabát haldið sér. Við höfum áður rætt einmitt þetta varðandi upplýsingagjöfina til þeirra sem eru að flytja eða vilja flytja og þetta er eitthvað sem ég held að við getum gert betur. Það í því samhengi reyndar er eitthvað sem ég hefði áhugað að við myndum ræða ekki bara í tengslu við Akureyrarstofu heldur almennt og það er fjölmenningastefnan okkar sem ég tel að við þurfum bara hreinlega að taka til umræðu og aðgerðir henni tengdar sérstaklega og þar hef ég áhyggjur af því að við séum aðeins að missa boltann, að við gætum gert betur að það sé mögulega eitt af okkar helstu sóknarfærum sé í fjölmenningunni og því að laða að okkur fleira fólk af erlendum uppruna vegna þess að við erum tiltölulega með lágt hlutfall þar og kannski low hanging fruit að fjölga þeim íbúum. Varðandi menningu sem tómstundastarf hjá börnum og ungmennum, þá tek ég undir það, þar getum við skoða hlutina svolítið betur. Og að því að bæjarfulltrúi Eva nefndi leiklistaskólann, þá er það einfaldlega að við þurfum bara að taka ákvörðun það að tryggja varanlega húsnæði fyrir leiklistaskólan og koma því inn í fjárhagsáætlun næsta árs og ég held að það megi ekki seinna vera. En varðandi tómstundir hjá börnum og ungmennum, við þurfum kannski líka að
veita meiri og betri upplýsingar það sem í boði og að það sé hægt að nýta frístundastyrkin í ekki bara íþróttir, heldur aðra frístund. Og ég var einmitt að ræða þetta á heimilinu og unglingarna sem áttuðu sig ekki á því að það væri hægt að sækja myndlistanámskeið og ýmislegt. Þannig við þurfum kannski að skoða það hvort og hvernig við getum gert betur þar. Ég nú stundum, og það var nú fyrir COVID, að velti fyrir mér hvort að það ætti að vera síðsumars bara hreinlega kynning á öllu því ótrúlega framboði af afþreyingu, hvort sem það eða afþreyingu og sköpun og íþróttum og svo framvegis, bara hreinlega í íþróttahöllinni. Þannig að þú getur bara labbað á milli og ef að þó þú sért alin upp í fjölskyldu sem aðalega í íþróttum og þá getur þú bara fengið kynningu á einhverju allt öðru. En þar bind ég líka mikla vonir við nýja fræðslustefnu og að skapandi frístundastarf inn í frístundskólana. Aðkoma að hátíðum nefndi bæjarfulltrúi Eva og við eins og kannski bæjarfulltrúar vita þá erum við að innleiða þessa 90 daga spretti og aðkoma að hátíðum inn á öðrum hluta 90 daga spretta ársins 2021. Akureyrarappið eins og bæjarfulltrúi Hallabjörg nefndi áðan, það verið að bíða eftir samstarfssveitarfélögum, vonandi bara klárast á næstu dögum. Skylduskilin, ég bind líka bara miklar vonir við það að það verði lokið við að endurskoðun á lögum sem að stendur til að gera í ráðuneytinu og ég alveg bjartsýn á það svo verði, þó ég hafi áhyggjur af því að þeir fjármunir kannski skili sér ekki á þessu ári sem miður. Ég held að við getum gert enn betri í gönguskíðamennskunni og tek undir með bæjarfulltrúa Höllu með Kjarnaskóg og tengingu við Hlíðarfjall. R66 einmitt eitt af því sem rætt innan stjórnar Akureyrarstofu og kannski ekki komið lengra heldur en rétt svo einhvern veginn að klára það hvort að ég vera á þessu ári. En varðandi að lokum þessi stjórn Akureyrarstofu bókaði vegna menningarsamningsins og samþykkti fyrirliggjandi samningsdrög. En stjórnin lagði jafnframt áherslu á að jafnhliða undirritun verði skrifað undir sameiginlega yfirlýsingu bæjarins og ráðuneytisins að skilgreind verði ný viðmið framlög ríkisins til atvinnustarfsemi í listum með hliðsjón af hlutverki Akureyrarbæjar sem menningarkjarna og áhrifasvæði hans sem nær langt út fyrir borgarmörkin og til landsins alls ef út í það farið, líkt og hlutverk höfuðborgarinnar nær langt út fyrir borgarmörkin. Ég vona að ég hafi náð að svara svona flestu. Ég eitthvað frekar hæg að pika í dag. En takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið laust. Hver ætlar að koma með hann? Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég reyndar mynd eftir fleiri sem ég ætlaði að segja þarna áðan. Það kannski að því að nú ég bara að festa grímunni í eyrnunum. Það var að því að formaður líka formaður stjórnar SSNE og eins og búið að koma fram að þá var þetta mikið af þessu skarast verkefnin og hvort að hún sjái einhver svona tækifæri í meiri samlegð og þá einhverju því að við gætum fært til verkefni eða mögulega svona, breytt einhverju í okkar kerfi versus SSNE því við vorum nú að gera breytingar þar og það átti að skila einhverju okkur fram á veginn og þá hvernig nýtist það í okkar vinnu hér. Síðan ætlaði ég að leggja hérna fram bókun, ef ég finn hana, eða tillögubókun. Undir þessum lið og hún hljóðar svo. Á Akureyri hefur byggst upp öflugt þekkingarsamfélag málefni norðurslóða. Bæjarstjórn telur mikilvægt að unnið verði að því að styrkja bæinn enn frekar sem norðurslóðamiðstöð Íslands, meðal annars með því að kanna möguleika á því að á Akureyri verði norðurslóðasetur. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að vinna málið áfram. Takk.
Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég sparaði nú aðeins umræðinu norðurslóðamálin í tengslum við þessa bókun. Ég get alveg tekið undir þessa bókun. En það skiptir okkur gríðarlegu máli að við séum að sýna ákveðið frumkvæði í þessum norðurslóðamálum ef við viljum standa keik og sem norðurslóða bær Íslands. Sá staður þar sem að norðurslóðamálin eiga heima. Nú fórum við hittum við til dæmis starfsmenn upp í háskóla, Emblu og fleiri sem að vinna þar og vorum að ræða eins við þau þessi norðurslóðamál. Og eitt af því sem þar kom fram og þau til dæmis ræða töluvert það að það skiptir máli að við séum með einhverjum táknrænum hætti að sýna það að við séum og viljum standa að þessu hlutverki með einhvers konar myndarbrag. Og þess vegna ætla ég bara að spyrja hér og nú. Vegna þess að eitt af því sem við gætum gert er að taka ákveðnu boði því að Arngrímur Jóhannsson, fyrrverandi flugstjóri, hann er mikill áhuga maður norðurslóðamál og hefur verið að styðja nemendur frá Grænlandi hérna í háskólan. Hann hefur stutt við háskólan varðandi ýmsa starfsemi og eitt af því sem hann gerði var að koma hér upp ákveðnu safni með ýmsum hlutum sem hann var búinn að koma upp. Hann hefur síðan boðið Akureyrarbæ það að taka við þessu safni og hann hefur boðið okkur það líka koma að því að koma þessu safni upp ef við finnum því stað. Það er alveg morgunljóst að þeir sem við höfum rætt við hafa sagt okkur það að þetta skipti máli. Og þess vegna ætla ég bara að spyrja. Eru við þá að tala það að miðað við þessa bókun að það standi til að fara í viðræði við Arngrím það að fá þetta safn sem að hann var búinn að koma upp og hefur boðið okkur að taka við. Erum við að tala það eður ei? Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Það byrja að varaforseta að taka við stjórninu og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Best ég taki að mér að svara þessu eða spurninginu einhvern veginn beint til okkar. Já, geta allir svarað. Ég svara allavega fyrir mig. Ég myndi líta svo á að það væri partur af því að ég koma hér vinna þetta mál áfram. Það væri að sjálfsögðu að ræða við hann og sjá hvað kemur út úr því. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk, þá er orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara bregðast við spurningu forseta varðandi mögulegar breytingar á Akureyrarstofu. Mér finnst mjög margar breytingar nú þegar hafa átt sér stað með að aðskilja verkefni SSNE og Akureyrarstofu. Akureyrarstofu hefur fyrst og fremst ábyrgð gagnvart okkar sveitarfélagi, þar að segja inn á við, á meðan að SSNE er í grunninn að vinna með öðrum sveitarfélögum og atvinnulífinu og svo framvegis. Þannig að ég sé ekki fyrir mér aðrar breytingar persónulega. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu og orðið er laust.
En sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóð, þá ætlum ég að bera upp tillöguna á bókuninni sem ég las upp áðan. Þessi geta samþykkt hana að gefa merki. Það eru 11 og þá er umræðan þannig lið lokið og þá er komið að skýrslu bæjarstjóri. Til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Vikulegir fundir okkar fulltrúa með Sjúkratryggingum Íslands halda áfram og verður að segja sem að ég hef talsverðar áhyggjur af því hversu hægt allt ferlið við yfirfærslu á rekstri hjúkrunarheimilina til ríkisins gengur. Nú eru aðeins 6 vikur til stefnu en við eigum sannast sagna ennþá óralangt í land. Það stendur þó ekki hjá okkur hjá Akureyrarbæ því við leggjum ofurkapp á að tilreiða öll þau gögn sem beðið eins skjótt og verða má og greiða með öllum tiltækum ráðum fyrir þessu ferli. Aldrei skal verða hægt að halda því fram að við tefjum framgang þess með nokkrum hætti. Mér langar líka að nefna það að í dag kom bókun frá velferðarnefnd, þar sem velferðarnefnd skrifar öll undir, þar sem skorað er á aðila að láta lög aðilaskipti gilda við yfirfærslu á rekstri hjúkrunarheimila. En mikil barátta hefur verið hjá Vestmannaeyingum og Fjarðabyggðum það að þau lög verði látin gilda. Það er að ekki þurfi að koma til uppsagna hjá starfsmönnum á hjúkrunarheimilunum þar sem færa á reksturinn yfir til ríkisins. Nú viðræður okkar við mennta- og menningarmálaráðuneytið nýjan menningarsamning við Akureyrarbæ héldu áfram miðvikudaginn 3. mars og vísa ég hér til umræðuna hér á undan hvað það varðar. Nú 5. 4. mars áttu við bæjarfulltrúar Halla Björk Reynisdóttir og Gunnar Gíslason fund með Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra og aðstoðarmanni hennar Lísu Kristjánsdóttur þar sem kastljósinu var beint að Hrísey og Grímsey, atvinnulífinu þar og framtíðarbúsetu í eyjunum. Það var ánægjulegt að skynja áhuga Katrínar á þeim málum sem þarf að greiða úr varðandi Grímsey og Hrísey. Og í framhaldi af þeim fundi með forsætisráðherra átti ég fundi í gær með Héðni Unnsteinsinni sérfræðingi hjá forsætisráðuneytinu og Hermanni Sæmundsinni skrifstofustjóra hjá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu þar sem rætt var framhald málsins innan ríkisstjórnarinnar. En það stendur til að leggja fram minnisblað hvað þetta varðar til ríkisstjórnar nú fljótlega. 5. 4. mars flutti ég stutt ávarp við opnun frönsku kvikmyndahátíðarinnar á Akureyri og miðvikudaginn 10. mars hélt ég stutt tölu við upphaf lokahátíðar stóru upplestrakeppnina sem fram fór í Kvosinni Salmenntaskólans á Akureyri. Það var að venju ánægjulegt að hlusta á krakkana að lesa ljóð og sögur af mikilli innlifun og næmni. Í morgun átti ég síðan fund með Jenníu Karlsdóttur og Bryndísi Símonardóttur rannsóknarstofu handverks sem þær vilja koma á hér á Akureyri og það verður að segjast að þar býsna áhugaverð hugmynd á ferðinni. Og í morgun tók ég þátt í fjarfundi á vegum samtaka svæða við Eystrasaltið sem starfa á vegum Evrópusambandsins og þar talaði ég mikilvægi Akureyrar sem miðstöðvar norðurslóða starfs á Íslandi og stöðu kvenna á strjálbýlum norðurslóðum. Þá hefur bæjarstjóri lokið máli sínu. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 3. og 11. mars, bæjarráð 4. og 11. mars, fræðslur á 1. mars, skipulagsráð 10. mars, stjórnarkarfastofa 25. febrúar og 4. mars, umhverfis- og mannvirkjaráð 27. febrúar og velferðarráð 3. mars og hægt að nálgast alla þessa fundagerðir á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið 6:15. Takk fyrir góðan fund.